kvöld, kæru áhorfendur og velkomin í fyrstu útsendingana af Kia-deildinni. Ég heiti Ásgeir Rafn og verð með ykkur í kvöld og með mér hér hún Mist. Hvað segirðu gott? Ég segi bara alltaf hérna. Ég svo spennt fyrir þessa deild. Við erum með slatti mörg lið sem að keppa núna. Við erum með 14 lið sem að keppa. Ég ætla bara að fara stutt yfir nöfnin, ég ætla ekki fara eitthvað ítarlega í það. En förum yfir það er sem sagt Dusty LOL, Grísinir, Jötun LOL, Inappropriate Inc., League of Ljósleiðarinn, Cool Beans Team, Fenrir LOL, Taekwondo, Whiskey Tango Foxtrot, 5 í fötu, What About Me, Erm, ATT og Cabo. Leikinir í kvöld samt sem aður erum við að fara að sjá Dusty LOL á móti Cool Beans Team hérna núna klukkan 7. Og svo beint eftir það erum við að fara að sjá League of Ljósleiðarinn á móti Jötun. Já, þetta að fara að vera æsispennandi leikir. Ég búinn að þekkja leikmennina langan tíma og svo gaman að við erum komin með svona ótrúlega stóra deild. Ég var aldrei að búast við svona miklu þáttöku og þetta að fara að vera stórt skref í að endurvekja svolítið League of Legends samfélagið á Íslandi. Nákvæmlega. Ég held nefnilega að þessi tala 14, þessi perfekt tala finnst mér að þegar við erum bæði það eru margir sem finnst mér gleyma svolítið League of Legends samfélagið, þetta svo svaklega gamall leikur. Og náttúrulega við erum ekki búin að vera með Rísi, það að segja í samstarfi með Rísi að halda utan svona deild bara í ever. Nema ég svona lyklumótum. Já, við erum búin að gera lítil mót með þeim en það búið að vera alveg mjög langur tími síðan við erum búin að hafa svona, deild á stóra skjánum þar sem við erum fara að vera keppt núna í alveg nokkrum vikum og öll liðin að fara að keppa móti hvort öðrum og þetta enda með risa playoffs þar sem við erum fara að sjá bara vonandi bestu leiki sem Ísland hefur séð. Nákvæmlega. Til að smá útskýra hvernig sem sagt formatið eins og við byrjum á round robin þar sem við erum með svo svaklega mörg lið svo förum við í playoffs sem verða best of 3 og svo verða semifinals og finals best of 5 og þau playoffs verða líka fearless sem þýðir fyrir þá orðandur heima sem þekki ekki þetta league terminology fearless draft þýðir sem sagt að bann og pick fara ekki gegn í næsta leik. Þannig að þú pikkar Alistar og bannar Anivia, þá máttu ekki spila Anivia eða Alistar í næsta leik. Nákvæmlega. Þannig það, með að vera reynslu, það svolítið svona spices things up, myndi ég segja. Já, það virkilega sýnir fram á svona bestu spilarana hvað þeir geta verið að spila því að mikið af fólki, það með svona sínar hetjur sem þeir kunna frekar vel á. En þegar þessar hetjur eru teknar í burtu frá þeim, þá verður þetta aðeins öðruvísi leikur og hvað þeir geta verið að velja í hetjuvalinu. Svo fearless mjög skemmtilegt format. Nákvæmlega. Það eru líka margir spilarar í þessari deil sem eru svolítið þekktir fyrir einn sérstakann karakter eða einhverju 2 sérstakir karaktera þannig að svolítið fáum að sjá þess að spila eitthvað meira en það. Þannig, nákvæmlega. Já, geggjað. En Dusty á móti Cool Beans Team. Þetta svolítið áhugaverður leikur. Cool Beans Team, fyrir þá sem vita ekki, við héldum áhugamanna mót fyrir nokkrum vikum síðan, bara núna í svona byrjun sumar sirkabát og þar voru líka 14 lið og Cool Beans Team með sama ef ekki svipað roster unnu áhugamanna deildina. Já, og eru þeir búin að vera frekar sterkir leikmenn bara í sögunni. Mikið af þessum spilurum hafa verið á XY-rosturnum. Það gamalt lið sem var að spila í Flatabikarnum á sínum tíma og þeir voru eiginlega bara að vinna og eru þeir mjög sterkir, sko. En Dusty samt sem áður, ég myndi segja að þetta eru svona topp leikmenn Íslands sem eru á þeim roster. Þetta eru örugglega þekktustu spilarar Íslands. Við erum með legendary nöfn eins og Legions og Hoys og Savor þar sem þeir hafa lengi verið að keppa í þetta kepptu í dönsku deildinni. Þetta reyndar ekki sama line-up og var að keppa í dönsku deildinni þannig að það smá mix af þannig sem ég fer kannski að útskýra betur þegar við förum í draft. En ég bara
mjög spennt að sjá hana leik. Þetta bara best of one, sem sagt við sjáum bara einn leik. Og já. En eigum við ekki þá að skoða liðin eins og þau standa? Hverjir að fara að vera í þessu line-upi? Einmitt. Byrjum að fara yfir bara Dusty. Við erum með eins og ég nefndi áður, Hoys, Savor og Legions. Og við erum líka með Dofri og Temp Azn. Temp Azn nafn sem ég kannast ekki við. Nei, þetta sem sagt import hjá þeim. Ég hef ekki séð hann áður heldur. Já. Ég hef líka ekki séð Dofri verið að keppa áður. Ég hef ekki séð af þessum tveim spilurum. Nei, ég kannast við nafni Dofri, en eitt sem svolítið áhugavert, við þekkjum Legion sem midlaner. Já. Hann núna að spila jungle. Savor hefur venjulega verið að spila top lane og svo Hoys örugglega þekktastur sem ADC main, en þannig þeir búnir að svolítið að swappa til, þannig að það verður skemmtilegt að sjá hvernig þeir spila og sína sig í þessari mismunandi lanes. Já, þetta verður mjög öðruvísi, en þetta ætti að vera mjög sterkt lið eins og við ætti að vera sko allavega. Nákvæmlega. Ef við hoppum aðeins yfir í Cool Beans team, við erum með 4G Gamer, leikmaður, Joey, Octopus og svo Addi. Þar sem Octopus í botlane, Joey í support, Addi í midlane, 4G Gamer í jungle og leikmaður í toplane. Já, þetta eru leikmenn sem að þekkir nánast alla. Þetta eru 3 spilarar sem hafa verið lengi í deildinni. Ég þekki ekki til 4G Gamer og Jovi en leikmaður Addi og Octopus, þetta eru spilarar sem búin að vera lengi að keppa. Já. Sérstaklega Addi, sem hefur verið á Dusty rosternum áður. Já, ég kannast alveg mjög vel við, ég kannast alveg vel við leikmaður, ég keppti einu svona móti honum á RIG. En já, Joey ekki alveg þekki ekki alveg það nafn. Nei. Það smá nýtt. En ættum við þá kannski bara að vinda okkur í hetjuvalið og erum að fara að sjá hvað þessi spilarar að fara að pikka. Og við fáum þetta upp eftir bara örskama stund og það verður svo spennandi að sjá hvað að fara að vera, hvað hann Legions að fara að spila, hvað Hoys að fara að spila. Miklir carry gæjar bara yfir höfuð og þetta að fara að vera svolítið spennandi. Nákvæmlega. Ég einmitt mjög forvitin að sjá því ég þekki mitt champúlið hjá til dæmis Legions og Hoys í main-rollunum sínum, en spennt að sjá hvað þeir peka. Við erum strax komin í bans, Dusty bannar Yorick til að byrja með og Cool Beans team bannar Riven og Lee Sin. Já, þetta Yorick mjög targetað á leikmannina, hann búinn að vera skrímsli á þessum champion. Ég trúi þið mjög vel. Svo Riven gæti verið að fara í save þó hann midlane, en kannski Temps búinn að vera svolítið að spila Riven, en þetta virðist vera targeted því að Riven ekkert eitthvað mjög metta eins og eða hvað. Nei, þetta náttúrulega samt svona, ef þú ert Riven player þá pikkar Riven. Lee Sin veit ég samt, reyndar, ég var að ljúga. Ég veit að Legion spilar Lee Sin jungle. Það eini jungler sem ég vissi að hann spilaði. Þannig ekki þessi með það bann. Aurora bannið samt hjá Dusty. Það þá bara... hugsa að þetta target á Adda og þau vilja ekki spila á móti þessu? Jú, á áhugamann á mótinu. Hann var svakalegur á Aurora. Já. Og erum að sjá Wukong first pick. Þetta hér, ef hann að fara jungle á Wukong, verið langa löngu. Sko, þá var... Já, nei, ég hugsa ekki... Ég veit ekki alveg hvað þessi Wukong að fara. Ég að giska hann það sem kostunum við það. Þú first pickar eitthvað svona flex pick þar sem það getur mögulega verið jungle, getur mögulega verið top lane, það perfekt. Þú svolítið lætur enemy liðið svolítið kastu ekki einhverju spurningar. En við erum komið með Pantheon og Sigsina. Hvert þetta fer pælingin? Sko, þetta getur verið botlane þeirra. Já. Þótt að þetta mjög áhugavert botlane, skal maður nú segja, en þetta að fara að vera sifir ef þetta bara að vera Pantheon í botlane þá þetta gott pick til að ná að spellshilda stönnið, point and click stönnið hjá Pantheon supportinum því að það mjög oppressive og mjög kill potential með þessu
Six að fara að hitta öllum ability-unum á stationary targetina í Sivir. Já, þetta getur líka mögulega verið náttúrulega bara Six mid og Pantheon top eins og við varum að tala að það endalaust flexina. Hérna erum við komið með botlane samt hérna á Cool Beans team, við erum með Sivir og Nautilus botlane. Mjög klassísk botlane, can't really go wrong. Sivir sem champion samt sem að debatable, náttúrulega ágætlega mikið value í ultanum með movement speed og Wukong komboið, það getur alveg verið. Herri, núna sjáum við supportið á Dusty. Já, þetta hlýtur að fara, nei, það Threshin, þetta 100% að fara, eða, bara svolítið að... Ég stríða okkur. Já. Ég væri til í að sjá Renata. Já, Renata Þótt að Renata ekkert sérstaklega eitthvað crazy góð hérna. Rell. Ég ekki mjög hrifin af Rell í Nautilus, ef ég verð að segja satt. Rell samt sem karakter, mjög pressif, sérstaklega með Six. Já, alveg klárlega. Þetta að fara að vera svolítið, já. Og Sivir getur líka svo sem ekkert gert mikið í Rell, ef þú hugsa um þetta. Nei. Ef þú hugsa þú veist, ef Hóis ætlaði að pikka einhvern support karakter sem er Hook, Pike, Thresh, Sivir með spellshield, þú veist, þú getur ekki gert neitt. Með Rell, hún 12 að fara inn. Já. Sivir þarf að spellshilda það, en svo Rell með Q-ið sitt. Já, þetta svolítið bara lose-lose hérna fyrir Sivir. Hún að fara að ná, að taka í burtu þetta nokkuð, en Rell alltaf að fara að ná að hitta stönninu líklegast. Hún er svo svakalega sticky, þannig að það svolítið vesen fyrir Sivir. Já, hérna að fara að vera næsta banface og við erum með Kassanti Orn bönnin hérna, að fara að taka út þessa þægilegu leikmanna-championana. Hann að spila svona tanks í topplinn alveg, svona þegar hann að taka kannski meira svona passive role sko í liðinu. En það að fara að vera Jace og Gwenban. Ég hugsa að þeir að taka út Flex í burtu hérna með þessum Jace. Seifur getur spilað og ég býst við þá að Temptation getur spilað Jace. Já. Og Gwen líklegast bara að taka þetta út þar sem þeir vilja kannski pikka tank í topplaneið hérna fyrir Cool Beans. Nákvæmlega. Það verður 100% tank líka í ekki 100%, við erum svo sem Rell. Já. En já. Það er sterkt, bara þægilegt control match í Viktor í miðjunni, að fara að reyna smá scale bara. Smá risky blind pick inn í millin, að því minnst Viktor ekki mjög versatile í öllum picks. Þannig counters sem Cool Beans getur tekið inn í Viktorin. Það er alltaf bara range. Já. Finnst mér, en það samt ekki rosalega margir sem outrangea. Það er eitt sem outrangear. Ég var að fara að nefna ykkur þú veist, ég þarf ekki eins og gera það. Velkos, bara mjög auðveldlega outrangear Viktor. Viktor er nefnilega svo aggressiv í lane með Q-dans. Já, hann líka sko... Autotakar og svo bara sapp, þú veist hvað þetta gera? Já, það ekkert. Það líka specialty hjá honum að pikka eitthvað svona skrítið sem ekkert eitthvað endilega metta. Nei. Hann hefur verið að tala, verið að reyna að, verið að reyna svolítið að komast úr þessu svona stereotypu í að vera skrítni svona millingin. Hann hefur verið að pikka Anivio og Malzahar áður í middagrinina sko. Og þetta að fara að vera skemmtilegt. Við erum með drafti núna í heilsinni. Nákvæmlega, við erum með Renekton í topplane og Renekton í topplane hjá Dusty og Mbessa í topplane hjá Cool Beans team. Þetta matchup ég þekki ekkert rosalega vel. Mbessa hún ekkert svaglegur early game champ. Nei, ekki myndi ég nú segja það. Renekton sem eins og við þekkjum öll, hann góður early. Já. En við erum með... Já, Renekton sko, hann að fara að vera alltaf með smá svona drápmöguleika í toppakreininni sko og að fara að vera svolítið, ég veit ekki, Mbessa líka svolítið í því að þetta að fara að vera svolítið mikið kannski af bardaga upp í toppakreininni. Þetta að fara að vera mjög mikið svoleiðis í topplaninu. En midlane. Já, middagreininni. Middagreininni. Já, þá, eins og við talaðum með Velkos Viktor. Þetta að fara að vera smá svona, já,
hann Viktor gæti verið pókaður úr akreininni og að fara að vera svolítið bara já, þetta að fara að vera erfitt laning phase, hann þarf kannski að taka meira svona passíft ról hérna. Það alveg ágætlega auðvelt fyrir Vel'Koz að bara perma-pusha sem gera það samt að verkum að við erum með Pantheon Jungle. Já. Pantheon Jungle svona, þetta ekki pick sem þú sérð eitthvað svakalega oft, finnst mér. Nei. Þetta samt ekkert slæmt pick, ég ekki að segja það, en uncommon. Já, þetta sjaldgæft þetta var. Sjaldgæft, já. Ágætlega svona bara, maður hefur séð þetta áður, þetta kannski ekki eitthvað sem maður búin að vera að sjá í svona efstu deildunum, en þetta mjög þægilegt til að koma bara úr frumskóginum og bara íta tvöfaldvaff og með því að íta tvöfaldvaff þá bara kannski þessi sem kannski í miðju akreininni að fara að deyja. Þetta að fara að vera Vel'Koz hérna. Hann mjög, já, hann ekki að fara að vera með mikið líf, allavega til að byrja með. Það rétt að bara sprengja hann alveg upp. Við sjáum líka kannski upp á scaling. Dusty finnst mér vera með smávegis betra scaling. Já. En það bara út í Siggs og Viktor með svakalega gott late game. Já, þetta að Viktor líka svo sem, og með outrangeið, þá getur það svo sem verið miklu betra, en þaðan kemur Siggs. Siggs outrangear. Nei, hann outrangear ekki Vel'Koz. Nei, en hann næri samt á pókan, skilur, ekki Viktor. Nema mögulega með eðinu. Já, kannski svona rétt svo, en Vel'Koz ef spilaður vel, það ætti enginn að vera nálægt honum. Hann að fara að vera svolítið bara í baklínunni, henda út einhverjum skemmtilegum kúum og ef það hittir aumingja Siggs eða eitt af þessum kerjum í seinni part leiksins, þá Vel'Koz að gera svolítið mikið skada og það að fara að vera svolítið mikið vandamál. Þeir líka ekki með svona, segir maður, þetta ekki að fara að vera, þeir ekki með ADC, þeir ekki með aðal í liðinu. Það enginn sem að fara að gera þetta konstant auto-attack bara á restina af liðinu. Það svona, þeir með Sivir hjá Cool Beans og það kannski að fara að vera þessi já, þessi hvað segir maður, þetta að fara differenceið í þessi Kom út með orðabókina. Já, þetta ætti að vera, já. En við erum að hugsa svolítið í, já. Skiptast á höggum í topplane. Nei, ekki topplane. Toppakreininni. Á efstu akreininni. Á efstu akreininni. Nákvæmlega. Á efstu akreininni, þetta stendur hérna líka. Á efstu akreininni, þar að fara að vera, ég að vona eftir mjög spennandi þá akreinar tíma hjá þeim. Þar sem þeir að fara að vera að skiptast á höggum á fullu og það ætti að vera margir dauðar þarna. Ég vil sjá marga dauða í toppakreininni þar sem þeir að fara að vera svolítið, já, þeir ekki vera að spila á yfirvegaðan hátt. Það ekki sem við viljum. Nei. Svo við erum að fara að hugsa, já, það nú svona spennandi að sjá hvernig þetta verður, sko. Þegar við fáum runes og svoleiðis, hvað fólk að fara að vera að pikka Nákvæmlega. Svo líka reyndar eitt, þú varst að tala ADC áðan, hvernig Sivir með, þau eru með Sivir í Cool Beans team og meðan í Dusty þá það ekki með þetta attack damage carry. Mér finnst það ekki skipta eitthvað rosalega miklu máli hér. Nei. Að þeir verið með Siggs og Viktor sem gera ágætlega mikið tick damage. Bara með Liandry og svoleiðis. Þannig, þú með eitthvað til þess að drepa Nautilus og Ambessa. Það eins gott og ADC? Debatable. Já. En já, það þannig ég held að sé enginn sökn á ADC hjá Dusty, að minnst hvað segja. Nei, allavega ekki svona, þeir eru með no damage, það hægt að segja það. Það mikið af þessum stóru, nóg að skaða. Þeir eru með nóg að skaða. Nóg að skaða. Já, og að fara að vera svolítið, já, en ég hugsa, þegar maður hugsar seinni partsleik, svona seinni leikurinn, þá oft sem Sivir bara með einhver 600 CS komin bara næra að klíra waves. Ef til dæmis Cool Beans, þeir fá Baron á móti, þá
að fara að vera erfiðara að þeir eru ekki með hann ADC að reyna að venda þessi Baron push í seinni part leiks. Já. Hugsa eftir að já. En við þurfum bara að bíða og sjá. Við þurfum bara að bíða og sjá. Já, en þetta verður spennandi þegar við komum í fyrsta leik af Kia-deildinni og ég að búast við stórum hlutum frá þessum liðum. Hvaða lið heldur að fara First Blood? Sko, ef við erum að horfa hérna á, við erum að sjá Nautilus, það oftast svona Invade, já, það enda Pantheon þarna líka, þegar þú segir það. Svo þetta getur verið hver sem hérna, sem getur fengið hérna First Blood, en ég að vona eftir bara að þeir fara bara þarna niður hjá botnakrinni og lenda bara í risabardaga bara á fyrstu mínútu. Ég veit ekki sjá að þeir eru eitthvað í einhverjum runni í frumskóginum, sko. Já, ég held við séum ekki að fara að sjá svona 5 point eins og við köllum þetta venjulega. Nei. Ég held ekki, minnst að segja ekki frá báðum liðunum. Nei. Þetta nú ekki... Það má vera vonsvikinn, en þetta bara hvernig þetta Já, minnst að segja bæði liðin eru confident og ef þú ert confident þá spilar maður confident sem þýðir þú 5 pointar ekki. Nei. Maður veit ekki. Er það confidence eða er það ego? Já, ég veit það ekki. Hver veit? Ég samt svona, þegar maður hefur verið að spila leikjum á móti til dæmis Legions, hann svolítið grallara gormur, sko. Hann hérna... Hann mjög skemmtileg. Hann gæti verið með eitthvað skemmtilegt call og eitthvað svona. Ég held að ég var ekki hissa. Nei, ég að vona eftir flottu level 1 Invade hérna. Invade, þar ég að finna orðabókina. Hvað verið Invade á íslensku? Það verið árásinn í frumskó hins liðsins, ég veit það ekki. Leyndar árás. Leyndar árás. Leyndar árás á hitt liðið, já. Já. Ég hugsa, ef við kunum með betri orð, þá það bara, já. Þá finnum við það. Allt svona. Já, þetta flott. Gott að hafa þessa flottu orðabók hérna. Mjög þægilegt. Já, en, já, við getum verið að hugsa svona, þetta hérna, myndi ég segja, að fara að vera topplið allan tíman í deildinni. Já, af öllum liðunum sem eru að keppa, þetta eru liðin sem eru svona... Þeir hafa unnið áður, þeir gætu unnið aftur. Þetta eru öðruvísi svona lið, það öðruvísi leikmenn í þessum liðum, en við höfum séð nákvæmlega þetta fólk vinna og vinna. Nákvæmlega. Og fólk í hinum liðunum orðið svolítið bara, það nennir því ekki lengur. Ég vona að það verður sterkari keppni og fólk búið að vera að æfa sig síðan við erum búin að vera að ekki spila og ekki með deildir í gangi. Og það hlýtur aðeins svona hrista í hlutunum. Já, Cool Beans team unnu áhugamannadeildina núna bara fyrir nokkur mánuðum síðan. Nokkrir leikmenn í Cool Beans team unnu RIG 2022. Það passar, líklega. Og mögulega eitthvað fleiri. Dusty alveg að ganga mjög vel í dönsku deildinni. Eru mjög oft sigurvegarar á Háringinn. Já, þeir eru með það á listanum. Þeir eru bara alltaf að vinna á Háringinn. Þetta eru spilari sem held ég sé ekkert eitthvað súper sátti við að vera í annarsæti. Já, bæði lið hérna er að fara að vera svolítið blóðugur leikur held ég. Þetta að fara að vera langur leikur. Ég nefnilega ekki viss, ég var ekki að hugsa það áðan. Þetta eru spilarar sem eru með kannski svona average rank á við, þetta alveg Diamond Plus. Já, mikið að þeim eru... Legions oft verið í Challenger, Hoys hefur oft komist upp langt á stiganum. Þar sem, og þetta eru allt toppspilarar, sko. Þannig, og því betri þú ert í leiknum, því fljótar þú ert að ná að klára leik, en á saman tíma að þú mátið 2 góðan liðum þá... Gæti það verið svolítið erfið barátta, sko. Who knows? En já. Þannig að þetta verður annarkort 25 mínúna leikur eða 50 mínúna leikur. Þannig... Já.
Það er annarkort. Það er annarkort, að því ég mitt, þú veist, ef þeir kunna báðir að bara enda leik strax, þá verða bara svoleiðis. En hérna, við sjáum bara til. Við erum minnst kannski komin inn í leik. Já, hérna sjáum við hvar allir er að fara að vera. Við erum með chatinn í gangi, fólk að óska hinu liðinu, góð gengis. Við fýlum svona sportsmanship. Já, en við erum hérna með bara leiðinlegt eins og ég hugsaði mér fyrir, en hérna eru þeir að leita einhverju, 4G Gamer hérna, er eitthvað að komast að appast á viðan Legions hérna. Nákvæmlega, Dusty er hérna í 5 point eins og við sjáum, það er einn í top lane, einn í hérna, þannig á midlane hjá Chickens. Já, hjá kjúklingunum. Hjá kjúklingunum, Já. nákvæmlega. Eða Raptors, eins og maður segir með hérna lík. Risaeðlurnar, já. Risaeðlurnar. Þetta er Joey hérna. Ég held að sé... Er hérna, hvað ætlar hann að gera? Ætlar hann að reyna að ná hérna át á hann? Nei. Það er ekki að fara að takast. Núna erum við að sjá... Seifin er að gera smá poke damage hérna á Adda. Alveg mjög mikið poke damage. Þetta verður svolítið erfið byrjun. Hérna á... Gott notað líka. Nákvæmlega, þetta er erfið byrjun fyrir Adda. Vonandi getur hann nýtt þetta range til að reyna að hafa fínt laning phase hérna í miðakreininni, en Seifur núna ætti að hafa þetta aðeins þægilegra. Nákvæmlega, við erum að sjá junglers eru að patha bara alveg eins, þeir eru að patha bæði top lane, byrja hérna bot side báðum einn. Já. Þannig mögulega fáum við að sjá eitthvað á 30 mínúti. Vonum það. Addi hérna er búinn að koma sér hérna, en þá er helpot notaðin. Hérna eru engage komið. Joey. Octopus er hérna ná að skiptast á höggum hérna mjög vel á hann Dofra. Nákvæmlega. Fyrir engageið. Með svona engage, Six ásvöldi erfitt með því að gera eitthvað meira en bara senda Q og svo bara... Hann er kemur hook frá Joey. Er þetta að fara að vera nóg? Hoys hérna næra að stunna báða. Octopus. Þetta var samt ekki meira, en þeir eru búin að vera að skiptast á höggum hérna í botleininu mjög mikið. Nákvæmlega, ágætlega gott trade báðir hérna hálfa P, en hérna það er smá barða hérna á topleinu. Já, hér er bæði helpors notuð í mitt. Hann kemur hook frá Joey, ég hitti rétt svo ekki. Man veit aldrei minnan Nautilus hook eða krókin hans hérna Nautilus. Nákvæmlega. Octopus. Ekki nára Hoys hérna. Það kemur engage samt. Joey ætlar að reyna að taka niður Hoys. Þetta er búið að vera bara svona skiptast á hérna höggum hérna mjög mikið engages í bot. Leikmaður hendur í smá högg hérna á Temptation. Hendur í stönnið á móti. Komi Conqueror er að fara að taka mjög mikið af lífinu hans. Leikmaður fer samt inn. Við erum að sjá mjög mikinn skaða bara í byrjun leiks. Nákvæmlega. Ekki að leyfa þeim að anda hérna bara. Hérna er top lane með Prio sem þýðir að skattalinn er að spána eftir 4 sekundur og þá ætti Legions að fá að ná ágætlega fyrir hans skattal. Þeir eru þetta ekki með midlanerina, þannig að gæti verið smá risk. Hérna er það engageið, Legions er að fara að koma inn, er það að fara að vera nóg, leikmaður er að fara að vera tekið niður og þá er það fyrsta blóð í hag. Hver var að benda á Pantheonina fyrir First Blood? Ó, náði ekki alveg að bufferða hana. Hoys er 0 á B, nært samt að hlaupa henni í burtu. Og þeir lifa báðirinn af. Octopus tekur smá turret damage hérna. En þetta var áhugavert. Já, þetta er að fara að vera hérna mjög geggjað. Addi, heyrðum, við erum að fara að hendi í smá húsina. Nei. Flott. Komboina á hann save. Yep. Já, það er smá... smá tæknilegir erfiðleikar. Já, þetta er æðisleg byrjun. Það er alltaf svona smá leiðilegt í byrjun þegar maður er að byrja sína fyrstu útsendingu. En hérna... Getur allt gerst. Já, getur allt gerst. En við erum búin að sjá mjög mikið af hösum eins og er í þessum leik og þetta er bara æðisleg byrjun. Já, þetta er mjög góð byrjun, einmitt. Pantheon komum með First Blood. Já. Bara
eins og ég prediktaði. Já, þetta var mjög... Svona smávegis. Já. En, já, ég held sko, með botlinu, þetta svolítið áhugavert matchup að því þetta bara hook, Relsford bara á cooldown líka við. Já, mjög skemmtilegt. Six þú veist, hann kastar út Q hans og 12 hans og svo hann með passive hans sem gerir alveg chunk of damage. Hann er ekki með items, hann er ekki með neitt núna til þess að actually drepa Sivir. Nei, þetta bara búið, sko. Er með, þú veist, hún þarf ekki cooldown, hún er með auto-attacks. Já. Það kosturinn við ADC á móti APC. APCs eru miklu meira í, þú veist, að póka frekar en að bursta, finnst mér. Já, þess vegna er þetta ekkert eitthvað mjög svona engage, heavy, hann er á rellinni, hann bara tapit að reyna, eða ekki bara tapit, það er Hois á rellinni, er að reyna að fara inn og hann er bara, já, við ætlum að drepa, en hann bara, ég hendi kúi og ég er búinn og svo bara þurfa þær að fara í burtu. Rell er líka svo, það er svo svakalega erfitt að, þú veist, fara inn og svo þarftu bara fully committa á engage-ið. Það er mjög erfitt að komast út. Það er lang oftast, þú veist, hún er svolítið svo blitzcrank með self-inflicted slow. Já, nákvæmlega, smá. Og ég veit, fer inn, er rosalega slowed, inn með Q-ið sitt, er með smá shield, en hvað gerur hún nú? Það var þetta bara búið. Ef Six nær ekki að gera, hún er bara, æja, Six, klára þetta, og svo nær Six ekki að gera, hann bara, ég er búið með allt líka, skilur. Þannig, það er ekkert eitthvað, þetta er svona að þau kasta allt út, og svo ef þau ná ekki að drepa, þetta er smá svona, ok. Já. Þannig þetta er gott fyrir svona smá trades, en eins og við sjáum, þau tapa ógeðslega mikið HP á því. Já, þau voru svolítið að tapa þessum höggjaskiptum. Já, höggjaskiptum, trades. Já, þau voru að tapa þessu, svolítið, svona, já, það var ekki eins og, það er ekkert samræmi hérna á milli championana eins og er. Nei. Og það er bara, já, það er bara ekki gott eins og er, en þetta er kannski að fara að skána með tímanum. Það er, þú að segja, as long as þið deyja ekki í eitt af þessum höggjaskiptum. Nákvæmlega. En þá er komin tími til að hoppa aftur inn í leikinn og þá erum við að fara að hafa æðislegan tíma. Þetta er búið að vera svo miklir hasar. Nákvæmlega. Ég er samt ekkert á móti Rell-pickinu því eins og við tölum í byrjunum að Rell er gott pick inn í Sivir. Það sem Sivir er spelstildan að gera ekkert rosalega mikið. En hérna er leikmaður, hendi sem að höggjaskipti er samt að fara næstu tekinn niður. Hann er ekki með teleport uppi og Temptation er kannski að fara að reyna bara proxy hann hérna eða taka út þessa minions. Hvað eru minions? Ég þarf nú að finna orðabókina. Kemur wardina á Gromp, þetta er mjög gott deep ward. Hann er samt í smá bobbeina, það er mögulega að executa. Já, hann kemur executed. Það sem hefði hann haldið áfram, þá hefði hann líklega bara dáið og gefið þeim kill, þannig að hann að spara smá pening. En við erum að sjá ágætlega gott vision control hérna hjá Dusty. Þau eru komið með bæði einmitt, við sjáum á minimapinu ward hjá Gromp og svo líka ward rétt hjá Raptors. Gefur rosalega mikið vision á hvar junglurinn gæti verið sem skiptir rosalega miklu máli. Hann er Forgy Gamer að taka eitt þeirra. Þetta kemur hooksand frá honum Joey. Hois er komin í lágan, hann er með törlafið til að komast í burtu. Leikmaðurinn þarf að flassa, annars er Legions kannski bara að taka niður. Er ekki að fara að vera nógu mikill skaðisamt frá honum Legions hérna. Komið með flassan, það skiptir rosalega miklu máli og fyrir Tempest, það gæti bara verið kill. En hérna er hann eldur að fara að vera tekinn kannski niður hérna í hag Cool Beans Club. Og það er að fara kannski bara að sjá ekki hann er að gera þetta. Er hérna með control ward. Forgy Gamer er bara með fyrsta dreganina og það er Infernal. Já, hann eldur góði. Hann eldur góði. Þetta verður gott hérna fyrir auka skaða handa Cool Beans. Nákvæmlega. Svo er reyndar alltaf skemmtilega leikar að giska hvaða sál verður. Ég segi Ocean. Já, ég myndi... Eða sjávar. Það væri sjávarsálin. Særún. Hún er sálin hennar. Særún, já. Og en já, eins og þá er
lít núna handa Dusty. Það hérna mjög mikill CS-munur hérna í topplane aðalega. Það ég að giska þetta náttúrulega aðalega út af þessu killi hérna. Og leikmaður svolítið í vanda með þetta krokodíla matchup hérna. Já, getur ekkert lappið upp, hann stendur fyrir fram á waveið. Þannig við sjáum að leikmaður með 34 CS og Tempi með helmingi fleiri. Þannig þetta er klassískt topplane. Já, maður þekkir þetta. Maður þekkir þetta. En þannig sjáum við gætu við að sé eitthvað að fara að gerast á millininu. Já, 40 Gamer hoppar á save, saveur samt. Þetta Viktor, hann að fara í Ítadöldsaf, lappa í burtu. Já. Ekkert mikið meira sem ég geta gert. Svo líka heitum við það. Six og Silver með svakalegt push. Já. Það svo sem eitt sem maður þarf að hafa í huga. Silver pushar bara með 12 mjög þurrlega OQ. Six bara waveið farið allt í hennu. Já, sérstaklega hann komið með smá item til að ná að blasta þetta á farmurinn. Já, Silver enda með betra push núna. En Joey flashar á save, hann að fara að vera tekinn hérna niður, hérna með flash til að komast hér í burtu. 40 Gamer nær smætinu og Joey eru ekki að fara að taka niður. Hann lifir. Leikmaðurinn að fara að finna Legions á möðgunum og Joey kominn á hann. Hoys hoppar samt í burtu með töðaldafinni sínu. Af hverju er enginn að deyja? Það er enginn að deyja en núna eru maðkanir kannski að fara í hag hjá Cool Beans. Og eru búinir að sekura einn maðk. Einn maðk. Af Dusty. Já, Dusty fengur sem sagt 2 og Cool Beans team kláraði það með 1 og fengur reyndar flash frá save. En á saman tíma notaði bæði Joey og Addi flash og 40 Gamer, þannig að það eru 3 flash. Og enginn dó. Enginn dó. Það Leikmaður núna getur verið í vanda Temptation að tjönka hann út sem það að reyna að koma sér í burtu með þessum dash á passinu. Það að fara nóg. Legions að taka rauða skrýmsli í frumskóginum. Það er einhvern ping sinni á topplininu, ég held að sé tower dive inn á topplininu. Þetta er leiðilegt, Unstoppable nota komin á Legions, að fara að reyna að koma sér í burtu. Legions að taka svolítið mikið skada, leikmaður tekur niður hann Legions og þetta þetta 1-1. Temptation að fara að reyna að klára hann, hann að fara að vera nóg. Tower damage samt, ekki nóg, að taka niður krokodílinn. Svo þetta var ekki hag hjá Cool Beans sem hann að missa svo mikinn farm Nákvæmlega, við sjáum Nautilus kominn svolítið djúpt inn í botside jungle og einmitt komið eitt deep ward á blue buffinu. Þetta ward frábær, sérstaklega þú nærði ekki að fara aðeins lengra í miðjunni. Já, og að fara að spotta Legions í sínum frumskógi. Temptation, loksins að bakka eftir, nei, hann ætlar kannski að vera bara eftir. Hoys, taka smá control ward, Octopus ætlar ekki að láta það sleppa, tekur helmingina lífin hans. Og leikmaðurinn að reyna að pressa á Temptation að ekki bakka strax. Því að þegar krokodílinn kemur tilbaka þá hann að fara að vera með mjög sterka items. Nákvæmlega, það er spurning hvort við sjáum eitthvað í botlinu þannig við erum bæði með 40 Gamer og Legions Ég held að sé ekkert fara að gerast. Nei, ekki eins og Ekki eins og það veit allir hvar allir eru, þeir ætla ekki að taka þessu, Nei. Ekki með Einmitt, Cool Beans team vissu alveg hvar Legions var út af þessu wardi. Goldliti komið í 1000 kall í topplane, leikmaður kannski að fara að vera í vanda að fara að reyna að koma sér í burtu, búin að missa helmingina lífinu sínu. Temptation komið strætbreykir og þetta var að vera svolítið erfitt handa leikmanni Þarf að fara tilbaka. Nei, hann ætlar ekki að gera það. Hann ætlar ekki að gera það. Og það að fara að vera? Nei. Mínuvel Hoys kemur inn með öltið, hann kemur Six-öltið í tilveik og Joey fara að tekið niður, Beat of Warframe claimed fyrir Dusty.
Octopus er að vera Junker Hoodoo, ætlar hann að vera dævar hérna, hann hoppar hann haust inn. Octopus reynir að fá tilbaka, er að fara að ná því. 40 Gamer, öldið er að fara að halda hann kannski lifandi. Legions heitir ekki kúinu og hann ætlar hann að bakka. Seifur er að fara að taka niður og þetta eru núna 5 dauðar hérna hjá Cool Beans í heild. Rosalega faglega tower dive hjá hérna Dusty. Hann er svo slóaður leikmaður, er að fara að vera tekið niður. Það dettur hann í plassinu og hann hefði öldið náður rétt svo að drepa hann. Nákvæmlega. Svo spennandi leikur eins og það er allt að gerast. Það er allt að gerast. Spurning hvort að Temp nær að klára þennan turret. Ég held það, hérna er Legion smá bóta í Joey. Joey, ætlar að komast í burtu, Hausand kemur yfir vegginn, Joey er allt og langt fram og er að fara að tekið niður. Og núna er Særún á listanum, þetta er ekki að fara að vera dálinn hennar niður. Því miður. En við fáum að sjá eftir að Særún er hérna slátruð af honum Legions hérna í læknum. Nákvæmlega. Þetta er mjög góður dregi til þess að fá, svolítið eins og Infernal, sjáardreginn þar talsvert betri. En hérna, það er bara spurning, hvað sál verður? Já, Legions hérna er að fara að taka svo krabban eftir á, mikið gull komið hérna á hann Legions. Joey, það er leitar hérna vordum. Dofri er búinn að koma sér í miðakreinina hérna. Já. Áhugaverður tíminn til að skipta yfir í skipta akrein. En svo sem alveg fínt samt. En já, ég held reyndar að Hóis verður með honum inna í middlinu. Þetta er ekki skipt APC. Þannig að þetta verður ekki Viktorinn á botlininu með Hóis. Já, við sjáum hérna, eins og við horfum á scoreboardið, og sjáum aðalmuninn í farminum er að fara að vera hérna hjá honum leikmanni. Hann er búinn að vera að hafa svolítið erfiðan leikina inn í Temptation. Leikmaður er núna að fara að henda í smá skipta höggum, þetta er að fara að vera bara full on bardagi. Er hann 4G Gamer, er að fara að koma hérna, hann kemur öllið frá leikmanni og þetta er að fara að vera mjög dauður Temptation og það er shutdown í hag leikmanns. Þetta er einmitt sem hann þurfti til að koma sér aftur inn í leikin hérna. Nákvæmlega. Hóis var rétt svo komin til þess að reyna að hjálpa honum en það hefði ekkert breytt miklu sko. Nei, alls ekki og þetta er að fara að vera þægilegt, þetta er ekki að fara að vera eitthvað mjög game winning hérna en þetta er mjög þægilegt handa Cool Beans hérna að fá þetta shutdown. Já, Dusty er reyndar að fá rosalega mikið damage á turret þegar komum með first turretin á toplininu og komum með mjög lágan botlane turret. Það eru hérna einhverjir pings að koma á Skellrúnu. Skellrúnu? Já, þar sem þetta er að fara að vera enn meira turnaskaði hérna handa Dusty. Nákvæmlega. Ná þessari Skellrúnu hérna. Líklega þau ná þessu og ákvað líklega svara með myndlegin. Það getur verið eitt sem er rosalega gott með Herald. Ef þú fær Herald á svolítið skemmtilegum tíma þá getur þú oft gert eitthvað play með því. Eitthvað staðar, liðið þarf að fara að venda turretið og svo tekur eitthvað objective annar staðar. Hvort sem það er dreki eða eitthvað annað, skiptir ekkert máli. En ég held eins og staðan er núna þar sem þeir eru nýbúin að taka drega. Og Octopus samt gæti kannski verið í vanda hérna. Það er öldið á save, hann kemur samt Joey, þurfti ekkert endilega að hendi öldið hérna en ætlar sér að reyna að koma í burti en núna er Addi komin líka, er að henda í full on, Hóis hendur í öldið, Seifur er næstu tekið niður hérna og hann kemur risastór frá honum Adda hérna. Meanwhile í toplinni leikmaður að lenda í smá vesinni hérna við Temptation enn og aftur en þetta er bara blokkil hérna á leikmaður, hann kemur öldið. Just in case, hefði þetta kannski verið nóg. Ég held að Temptation sé bara, mögulega koma bara með second turret. Já, þetta er bara tier 2. Þetta er mjög erfitt handonum leikmanni hérna. Nákvæmlega. Temptation er skrimsli á krókadílunum og er búinn að bara hafa æðislegan leik. Cool Beans team þarf svolítið að koma sér saman til þess að reyna að stoppa þennan krókadíl sem er inn í topplininu.
áður en hann fer að taka fleiri turret. Já, alveg klárlega. Minnst reyndar líklegt að hann byrji að fara botline, en Hann núna svolítið overextended hérna Já. og hann kemur samt bandi á hann alla hendri eði til að koma sér í burtu. Mínval hérna Temptation að fara að reyna að koma sér í burtu, að fara að komast á blastmöndi. Nei, hann ekki með Joey með frábæran hook. frábært blastgrónin af 4G Gamer. Já, og núna hann sem komin yfir vegginn. Hann að fara að komast í burtu? Nei, það getur verið. Temptation að hafa Eru fjórir á honum. Allir enda á hlaupum hérna Hoist að reyna að taka niður. Hann ætlar að taka niður Legions, það bara að vera nóg? Það ekki nóg. Og kúið frá Pantheon tekur hann niður. Vá! Vá, hvað þetta var tært. Guð. Bæði Temptation og Legions á eiginlega 1 AP. Joey reyna að finna Hoist hérna. Hann með 12 sitt til að komast yfir vegginn. Það er hann eins og að nota. Hann bara að bíða. Hann í það. Já. Nú fáum við smá að anda vonandi nema reyni hérna eitthvað í miðju akreininni. Við sjáum til hérna Seifur mættur hérna hjá Krugs. Já. Já, hérna. Þetta væru kryppurnar. Kryppurnar. Steinakryppurnar. Steinakryppurnar, já. Og við erum að sjá hérna Legions að reyna að finna Octopus. Ekki að fara að vera ná honum. Temptation í frumskoðunum líka. Sem tekur bara bóttir í burtu. Og þetta að fara að vera tæknir hérna. Og að fara að vera sálans tækni. Tækni sálin. Addi, hann treystir ekki alveg sem runna hérna. En þetta að fara að vera tæknir yfir til Dusty. Nákvæmlega, mjög snett að tjekka svona runna þegar þú gerir svona ráð fyrir að ykkur sé að taka drega. En núna að fara að vera engage á Octopus, að fara að vera nóg. Hoist, Dofri og Legions allir að koma. Það náður hérna Joey komin svolítið lágt, en það kemur risa Wukong-öld. 4G Gamer, Addi followar upp með risa velkomstaldi og það eru allir að detta hérna niður. Leikmaður að fara að ná, Temptation svo low, leikmaður líka. Og þetta að fara að vera unnin bardagi handa Coolbeans hérna. Seifur og Legions samt eftir. Svakalegt kombo hérna hjá leikmanninum og 4G Gamer með bæði ultin sín. Leikmaður flashaði og hitti ultið sitt. Bara frábært spilað teamfight hérna hjá Coolbeans team. Seifur var svo sem ekki í þessu fæti. Það svolítið slæmt fyrir Dusty þar sem hann rosalega góður. Sérstaklega þetta choke point sem þau voru í. Já, það var mjög vont að hann var ekki þarna. Þetta hefði farið allt öðruvísi líklegast ef hann væri þarna. En þetta bara mjög gott call hérna hjá Coolbeans að bara engagea þarna. Nákvæmlega, þau eru núna komin 8-9. Ennþá í 5K gold deficit. Já, þetta svolítið mikill munur. En hann eitthvað að breytast. Þeir þurfa bara að fá sér shutdowns og líka turnanir. Það eru allir turnanir farnir hérna handa Coolbeans. Og eru það að fara alveg kontributa hérna í gullmunin. Nákvæmlega. Þeir eru reyndar mid-turret og bot-turret ágætlega lágt. Þannig ef þeir ná einmitt annað svipað teamfight þá geta þeir fengið einn af þeim og mögulega tier 2, sérstaklega á midlaninu. En við fáum ekki sjá það fyrir mögulega bara í annarkvort Atakan eða Baron fight. Já, Atakan hérna komin upp. Hoist hérna hann að labba inn í 4G Gamer og Joey. Þeir með save hérna til að bjarga sér samt. En þeir eru að reyna kannski að fá smá sjá hérna í kringum Atakan. Hoist, Legions og Dofri. Labbandi hérna hjá læknum. Núna gæti 4G Gamer þetta bakka. Já, Dusty komið með svakalega mikið præjó á Atakan. Þeir eru að leita að einhverju Temptationina í bakgrunnum. Það að fara að koma hérna teleport frá leikmanni. Að fara að vera nóg quick. Það ekki nóg. Legions tekur niður Adda. Hoist samt að fara að vera tekið niður kannski kjölfari. Joey samt svo low. Hann tekið niður að Legions leikmaður. Octopus þurfa að hörfa. Og þetta slátrun hérna á Coolbeans. Enginn hjá Dusty sem dó í þessu teamfighti.
Annars sjáum við kannski smá munin á því þegar Seifur í tímfætti eða ekki. Já, klárlega. Þetta núna risa gullmönnur sjá hérna í jungli, hérna frumskóginum. Þá hann 10.000 á móti 7.000 hérna fyrir Hag Dusty. Og sama með topp-akreinina, þar krókódíllinn með hérna nánast 10.000 gull. Og þetta eru þessi stóru leikmenn hérna að fá mikið af gullinu. Nákvæmlega, Tempt það bara að vera nóg hérna? Nei. Ég held hann eldir hann samt en það smá hættulegt með það. Gott að hann skildi ekki hafa farið eitthvað mikið lengra. Hóis var einmitt á leiðinni til að hjálpa og ég held líka, ég meina, Renekton snýr sig við og allt í einu Sivir dauð. Já. Það bara svolítið svoleiðis. Sérstaklega með bæði með Renekton svo fáránlega komin langt fram yfir Mbessu og aðri liðinu. Já, þetta Pantheon. munur. Lee Jones 7-1. Já, Lee Jones ætlar að hoppa hérna inn, Octopus þarf að hörfa hérna, það Hóis í bakgrunnu, þeir eru komnir fyrir aftan á. Hanna kemur líka teleportið og Octopus þarf að hörfa eins og hann getur en hann að fara að teki niður að lokum. Ekkert mikið sem Octopus getur gert hana. Nei, Joey hérna. Smá sandwich þannig. Já, mínvæl hérna, þeir ætla að fá smá turn hérna í miðjuakreininni. Þá komið Objective Bounty á goldið sem sagt komið fyrir Coolbeans team. Fá smá út úr þessu, mögulega líka topp Gold Bounty líka. Já, það samt hérna, liðið hjá Dusty samt núna í botnakreininni og ætla sér að taka hérna fyrsta kristallinn hérna til að komast að Nexusinu. Þetta að fara að tekið niður törnina, ég veit ekki hversu mikið virðið, hann kemur Seifur, plastar inn, Addi að vera tekið niður, hægt og róla, kemst í burtu samt, Joey þarf að reyna að komast í burtu, hann að fara að deyja, kemur öldið út, hann rétt svo búinn að sleppa, Octopus kominn, ætlar að reyna að láta og fara í burtu og það deyr enginn. Þeir heldur ekki samt að ná inhibitorinn sem bara mjög gott fyrir Coolbeans team, þar sem það svolítið erfitt að fá þátt að þetta sé svolítið en þá snemma, 25 mínútur eða 24 mínútur. Og núna samt Joey, hann að fara að hitta krókódílinn í runnanum, hann hendir hann samt út króknum og þetta að fara að vera risa fætt hérna. Hann Fortigamer í bakinu og að hoppa á baklínuna hjá Dusty, leikmaðurinn að fara kannski að vera tekið niður. Fortigamer tekinn af baklínunu niður, Hóis kannski að fara að detta, Addi rétt svo að fara að sleppa, að fara kannski rétt svo ekki tekið niður. Joey á hlaupum, samt dettur inn í kjölfarið og Seifur nær honum. Það eru bara 2 miðlumir hérna eftir til að vernda beisið hjá þeim. Nákvæmlega svakalega gott fætt. Þetta var svolítið allt um allt. Ég sá að Fortigamer var svolítið einn þannig í oltinu. Það var mjög gott olt en hann var bara alveg einn. Lee Jones og Temptation voru að halda allir aðri meðlimir í liðinu bara frá Fortigamer, þannig þeir náðu ekki þetta wombo combo eins og þeir náðu í teamfighti sem þeir unnu. Já, en þetta var svona mjög heppilegt að Addi næra að lifa af. Þeir eru carry-annir sem náðu að lifa af. En þetta núna að fara að detta í þriðja drekan hann Dusty kannski. Nákvæmlega. Tæknidreki nr. 2, eða Hextech-dreki nr. 2. Leikmaður What þá? Fortigamer kominn ætlar kannski að reyna að stela. Við erum bara að sjá eitthvað smætfætina. Ég veit ekki hvort að Hóis lifir það. Þetta gott pot frá honum Adda og þeir eru ekki. Hóis orðinn svolítið lár en þarna kemur smætið þeir ekkert að gefa eitthvað. Hann Temptation kominn í bakgrunnu, svo kannski bara að vera tekið niður. Hann alveg einn. Þetta já, hann var bara dó. Núna geta þeir tekið kannski smá lít að reyna kannski að fá eitthvað út úr þessu. Baron uppi. Það möguleiki. Þau eru ekki með þetta svakalega engage sem Temptation með venjulega. Náttúrulega Hóis og Lee Jones með rosalega gott engage. Þau eru samt ekki með ulti hjá Adda eða Joey. Nei, en þeir ætla samt að vernda kannski Baronina. Þeir eru svolítið smeykir. All liðið hjá Dusty hérna. Þeir ætla kannski bara að reyna að þeir hætta við. Þetta var svolítið þeir myndi tapa leiknum, þeir myndi tapa þessu bardaga hérna. Ég held að þetta sé smá svona, þeir eru svolítið testing the water, smá þeirra hættina Baron og sjá hvort að liðið gerir eitthvað. Af því þeir eru finnana
ef Dusty allt í einu hoppar inn þá alveg meiri líkur að þeir vinna, þannig þetta Já. smá bara svona aðeins að þrettina fætið, sjá hvað þeir gera. Og Addi kannski að fara, Sigur með ekkert líf. Það Velkos allt í boði? Nei! Tekur, Hann bara í burtu! þeir tekur tækniliðið Hann er hérna í burtu. Hann veit rétt, ég var að horfa á alltaf hans, hann rétt, svo fékk það upp. Þegar hann gerði þetta kombo, það var enda á cooldown. Hann var örugglega að bara spamklikka R-takkan hérna og fór í gegn óheppilega. Núna hann ekki með það fyrir bardaga ef það gerist núna næstu sekúndunum. Þeir þurfa að bíða með það og passa að það ekki að fara að gerast Baron bardagi hérna. En Temptation í topplinni að pusha waveið, hann ætlar ekki að gera eitthvað mikið meira með það. Það sem væri svolítið mjög riski. En hérna, það bara spurning, það eitthvað, þeir eru komið sér saman hérna í toppjunglunni að fá þetta blue buff. Taka niður. Það getur verið að Dusty getur líka þrettina Baron hérna líka. Ef þeir spila allir saman og lenda ekki í velkósoltinu, þá vinna þeir teamfight. Þannig ég held þeir geta mjög öll að tekja það bara eins og þeir gera núna. Já, það enginn á svæðinu til að stoppa og þetta gæti bara verið frí Baroninn að handa þeim. Velkós lengst þannig niður í Sivir núna að koma. Leikmaður og Forty Gamer þurfa virkilega að stóla þetta teamfight sem ég held þeir ná ekki að gera. Joey hoppar inn, þeir þurfa að reyna að berjast hérna, þeir að fara að ná hérna. Forty Gamer nær flottu öllu, Sivir tekið niður. Forty ennþá lifandi hérna í baklínunni, Dofri næstuð í dáinn. Að fara að vera nóg, en Temptation tekur út restina af liðinu. Addi rétt svo nær ekki Temptation og hann eini eftir í liðinu. En það hérna, Dofri datt niður svo í lokin og þetta að fara að vera hérna bara 2 á móti 1. Nákvæmlega. Ekki nóg til enda. Dusty fengu Baron en aðeins 2 í liðinu núna eru með það, þar að segja Temptation og Legions. Þannig ágætlega gott, eða bara mjög gott teamfight myndi ég segja á Coolbeans team, þar sem þeir ná ekkert að enda hérna, þar sem Addi á lífi, hann getur mjög öll bara passa eftir þessi waves. Og mestmegnis á liðinu að sérstaklega þessi damage carries eins og Sivir og Dofri eru ekki með Baron. Það er mjög gott. Já, og þetta að fara að vera svolítið, þeir eru virkilega að reyna að halda sér í þessum leik. Þeir eru búin að vera behind svolítið, þeir eru búin að vera aftur mjög lengi. Já. En þeir eru samt ekki búinir að tapa hérna. En það að fara að koma líklegast risabardagi hérna þegar tæknisálin komin í boð handa Dusty. Og Dusty vill virkilega bara ná þessari sál og reyna svo bara að enda leikinn. Ég held að þeir vilja svolítið gera það. Ég held það nefnilega líka. Hextech-sálin rosalega góð, mjög pirrandi sál. Þar sem þú damagear þá slóaru og þetta bara einn leiðasti sál sem ég veit að spila á móti. Þannig þú vilt ekki gefa einum það bara frítt. Þannig að það verður einhvern bardagi þar. Við erum samt að sjá, þeir eru mögulega að fara að reyna að fæta fyrir þetta Præjó samt. Það sem, Joey hendur út krók. Þetta bara kannski nei, næra, Forty Gamer þetta. Fundin á haus, ekki nóg samt. Og það að fara að vera smá pot hérna frá kannski báðum liðum. Hann samt Temptation komin í bakgrunni, núna hann tekið niður hann haus! Hann hann lítið komin í bakgrunni, Addi þarf að komast í burtu, getur það ekki, Octopus ekki hjá liðinu sínu og þarf að fara að vera Addi teknir niður, hann leikmaður kominn, Octopus slátraður og leikmaður líklegast að fara að detta inn í kjölfarið niður, hoppar inn fyrir einhvern seinasta húrra og þetta að fara að vera líklega leikur hérna. Þetta enda hérna, þetta bara síðasta teamfightið hérna. Þarna sáum við virkilega damage-inn á Sivir og Dofri með bara magnið AP damage. Þeir eru chokepointana, komið með frábært engage og bara það ekkert mikið meira sem þú getur gert. Því miður. Nei, nákvæmlega. Þetta hérna var stórkostlegur leikur að fylgjast með. Þetta var mjög góður fyrsti leikur deildarinnar og já. Þetta var svo miklu meira en ég var að búast við. Það var svo mikið að bardugum. Það var endalaus skaði, fólk að skiptast á höggum. Og allt og margir að lifa af með 200 HP. Já. Þannig ég bara, mjög góður fyrsti leikur. Ég til hamingju Dusty með fyrsti sigurinn. Og næsti leikur kvöld verður ljósleiðurinn á móti Jötun. Já. Við ætlum bara að rúlla
líklegast auglýsingar núna og svo eru að fara í vonandi jafn skemmtilegan leik með með jötun á móti ljósleiðarunum. Nákvæmlega, ég trúi ekkert annað, þannig endilega og þetta verður æði. Þetta verður æði. Svo við ætlum að rúlla auglýsingar eins og er og skella í þetta. Nákvæmlega. En Býttu hann að skipta akrein?
tilbaka og núna erum við að fara að detta bráðlega í næsta leik kvöldsins. Við erum að fara að vera spennandi viðureign á milli Jötun og ljósleiðarans. Nákvæmlega. Já, einmitt, síðustu leikurinn var frábær. Núna er komið að því að sjá hvað ljósleiðaran og Jötun geta gert. Við erum með svolítið áhverjir spilarar hjá báðum liðum. Byrjum bara að fara yfir ljósleiðarinn, eða League of ljósleiðarinn. Við erum með Káblandin, Hafrar, Lars, Tetis og Gvendur. Já. Já. Þetta eru líka spilar sem hafa verið svolítið lengi í deildinni. Nákvæmlega. Allavega Tetis og Hafrar, þeir hafa verið mjög lengi. Svo við förum aðeins betur yfir spilarana kannski aðeins á eftir. Já, förum kannski betur yfir roles og svoleiðis. Einmitt, Hafrar, Lars, Tetis, þekki þessi nöfn. Þekki ekki? Jú, ég þekki Gvendur. Já, ég þekki til hans en já. Ég kannast við nafnið, það er about it. Já. En förum yfir í Jötun. Við erum með Pulla Johnny, Sæþór, Baddi, Desilítri og Get Me Out. Já, ég hef séð mikið af þeim spila áður. Jötun er búin að vera líka lengi. Jötun mjög lengi. Já, náttúrulega ég eigu Rímars sem er með okkur í stúdíói. Og er búið að vera í mörgum öðrum leikjum. Eða ekki? Ég held að þeir eru búin að vera svolítið svona... Jú, við vorum með Valorant-lið, vorum með Overwatch-lið, vorum með bara... Já, bara... Rocket League-lið held ég líka. Já, æði. Ég held það. Já, hlýtur að vera. Hlýtur að vera. Don't quote me on that. En já, ég þekki öll þessina Get Me Out hét einu svona cover. Já. Hann var lengi. Já, hann lengi keppti undir nafninu Cover og það er svona nafni sem ég þekki hann fyrir en Pulla Johnny já, það er líka nýlega breytti nafninu sínu í áhugamannadeildinni hét Krug Dealer á tímabili. Já, það er náttúrulega æði já, smá skemmtilegt nafn mjög skemmtilegt nafn en já, hann er núna komin er orðin Pulla Johnny og verður þekktur undir það. Pulla Johnny, nákvæmlega. Í þessari deild er hann Pulla Johnny. Já. Og Sæþór og Baddi og Desilítri. Já. Veit svona cirka hvað roles þeir eru að fara að spila en fyrir bara betur við það bara þegar kemur að því. Já, ég get svo talað endalaust Hafrar. Ég er búin að þekkja hann núna í mjög langa tíma. Hann er eitt af skemmtilegri spilurunum fyrir stream að horfa á. Hann spilar skrítið dót. Hann er að taka nú mitt og var að gera það fyrir langa löngu og er best þekktur líka fyrir Fishin sinn. Og já, þetta er svona... Ég er ekki mjög hrifin af Fish. Nei, það er ekki alveg skemmtilegasti karakterinn til þess að horfa á. Þetta er svolítið svona... Hann er með pirrandi jumpúl og hann er oft að fara að vera bannaður út af þessu jumpúli sem hann er með. Maður sér oft bara 3 bans í fyrstu tilraun bara á hann. Bara því að hann er með svona, þegar hann færi eitthvað skrítið, þá getur hann tekið við mjög léttilega. Mikið að hlaupa á milli akreina og svoleiðis. Já, ég ætlaði að segja að Sæþór er svolítið þekktur fyrir mitt þessi skrítin picks. Þetta verður svolítið, á minnskvæmst draftið verður áhugavert. Ef við sjáum Tryndamir, hann verður mögulega top lane, mögulega support. Þannig, já, hver veit, minnst það bara geggjað. Ég elska þegar liðir með mjög svona, hvað segir maður, svona unconventional flex. Já, það er svo gaman. Það er mjög skemmtilegt. Á minnskvæmst, já, það, við sjáum bara til hvernig það er. Já, ég held að líka í liðinu hjá ljósleiðaranum að Tetis er að fara í toppleinið ef ég skjáttast ekki. Þar sem hann er best þekktur að vera. Já, er hann venjulega toppleinur? Já, upp á svona síðkastið, háringn og svona, hann er búin að vera að spila svona ADC. Þar sem það er svona second rólið hjá honum. En þegar við förum svona í aðalpikkin hjá honum, þá er hann best þekktur fyrir Rumble og Jace og líka svolítið af þessum ranged toppleinurum. Þetta getur verið ótrúlega pirrandi. Rumble og Jace var bannað í síðasta leik af
Dusty og Cool Beans, þannig náttúrulega mjög leiðilegir karakterar í League. Rumble og Jace. Það nennir enginn að spila móti Rumble og Jace. Þetta pirrandi, þetta mjög pirrandi. Já, það einmitt bara mögulegt bann. Baddi, við minnir hann sé ágætlega mikið Riven player. Já, ég held líka, gæti verið að skjáttast, en ég held að hann að spila Sion líka, eitthvað þannig. Ég var eitthvað að fara yfir hvað hann búinn að vera að spila og ég held ég hef lent á mótunum þar sem hann var að spila eitthvað svona tank, kannski svona splippús típa. En maður bara sjá hvernig draftið að fara að haga sér. Nákvæmlega, minnst mjög líklegt að hann verður settur á eitthvað tanksupport því ég veit að Sæþór ekkert eitthvað alltaf að spila tank. Nei. Hann þannig ég held að við fáum að sjá Badda á eitthvað eins og Ornn eða einmitt Sion, eitthvað svoleiðis. Já. En einmitt, hvað heldur þau botlinni sé hjá ljósleiðurinn? Sko, ég hreinlega ekki með neinar upplýsingar mikið af spilunum frá ljósleiðurinnum og það að segja, það botlinnið, ég þekki ekki spilarana. Hvort að peka eitthvað standard, hvort að fara að taka eitthvað klikkað, en ef þeir að fara að taka einhvern roaming midlane, þá kannski bara að fara að taka eitthvað kannski svolítið, passíft eða yfirvegað pikk í botnagreininni og þetta svona, það fer svolítið eftir hvað að fara að vera að pikka í kringum. Já, nákvæmlega, svolítið erfitt að gíska upp á það núna. Við þurfum ofta að sjá eitthvað eins og fyrstu 2 pikkin. Það að segja ef botlane ekki pikkað því en á fyrstu 2. Nei. Í draft oft þannig að botlane í fyrstu 2. Það svona, það sem við taka svona sterka jungler og svoleiðis. Já, einmitt. Og eins og sást í seinasta leik með Cool Beans, þar sem þau tóku Wukong í fyrsta rotation og ég myndi segja að Wukong var að gera aðeinslega hluti fyrir liðið þeirra. Alveg mjög. Það var bara Legions, hann var of góður til að svara hann svolítið létt. Komin alltaf far ahead. Var alveg 9-2 eða eitthvað í lokleiks, eitthvað brjálað. Mjög típist Legions, mjög drápsjúkur. Svo sem enginn hissa, þannig. Nei, nákvæmlega. En já, ég svona, þegar við erum að horfa á hann leik núna, ljósleiðarinn og jötun, þetta svona, hvað að fara að vera eitthvað sem við erum að horfa á? Það að fara að vera miðjan? Það að fara að vera svolítið svona game winning? Eða erum við kannski, hver að fara að vera svona sterki leikmaðurinn pælingin? Við horfum til jötuns. Ég ekki alveg viss. Sko, ég myndi líklegast segja midlane. Já. Á minnst það mitt gísk, að því Baddi rosalega góður spilari. Já. En miðað við það sem ég þekki liðið þá verður hann tank. Og ekki bara tank, heldur tank. Þannig mitt Ornn eða eitthvað svoleiðis. Þannig já, decilítri á móti þá mitt Hafrar. Ég held að sé decilítri mitt. Já, það hlýtur að vera. En við getum vonandi séð það bráðum þar sem við ætlum að fara inn í hetjuval fyrir örskamma stund og erum við að sjá það og við erum Við erum með jötun vinstra megin og svo líka ljósleiðurinn Já, jötun með first pick. Eða fyrir eftir hvernig það horfir á það. Já. Hægri, vinstri, vinstri, hægri. Já, við erum að bíða eftir jötun og byrjar þetta smá, en hvað að fara að vera? Jú, bönnin ef jötun að hugsa ef við vilja ekki vera á móti þessu skrýtna þá kannski hægt að banna eitthvað af honum Hafrar eða Tetis. Þetta eru báðir leikmenn sem draga í sig svolítið af þessum bönnum. En það getur verið svolítið svona, já, hvað eru þeir að fara að first picka jötun? Eitthvað svona sterk meta-picks? Mögulega Jarvan. Bara í junglið. Í junglið. Jarvan minnst bara mjög fínt first pick. Ég meina að first pick að jungle svo bara gott. Já. Junglers ekki beint með eitthvað svona direct counter alltaf og líka ef þeir eru með direct counter, who cares, skilur? Já. Þú fætir hann í early gameinu kannski svona einu sinni tvisvar á skottól
og svo Já. er þetta svolítið bara liðið, skilur við, þannig, þú veist, Já, Jarvan, ég veit að Púla Jónni spilar mikið Jarvan, þannig við getum verið að fá sjá það hérna, sem first pick. Veit ekki með ljósleiðaran hvort nei, að hérna, finnst líklegt að við fáum að sjá eitthvað eins og jungle eða top lane first pick líka. En einmitt, svo getur verið að ég picki bara einmitt. en hérna erum við að beint í bönnin og það er Rumble Það er Rumble, verða bara Rumble Jace first second ban. Já, sko. ég hugsa það, þeir vilja taka út þessar stóru svona comfort pick af honum Tetis, þetta eru championur sem hann er búin að vera að spila mest í toppakrein. Já, við erum að Nivea bann hérna síðan, að Nivea rosalega pressing karakter, meikar alveg sens, ég gerir ráð fyrir að Deciliter sé mjög mikið að spila, ef Deciliter er mid, en á minnskasti, almennt séð gott bann. Já, ég hugsa hérna, já, Tröndulbannið, þetta er jungler sem er búinn að vera að spila þér hérna hjá lífljósunum. Hann er Já, Jarvan. Já, Jarvan tekin inn af eitthvað sem, já, þetta er þægilegt að taka þetta af þeim, eða þeir eru ekki með eitthvað sérstakt svar eins og Poppy eða eitthvað kannski inn í þetta til að reyna, þeir leiðir eftir engage, Jarvan getur hoppað svo easily. Hann er líka bara svo góður almennt, hann er með svo gott gang, hann er með svo, þú veist, mjög fínt damage, er ágætlega að tankja alltaf eitthvað hluta vegna og svo, eða, þú veist, út af tölfanni. Og hérna er að fara að vera kannski Nunu-bann Nunu-bannið í miðjuna. Það er hugsun hvort að Anivia var tekin út af því að þeir voru kannski að pæla að pikka Nunu. Það er náttúrulega bara veggur Það getur vel verið, sko. Það getur vel verið. Ekki gaman. En, einmitt, Twisted Fate bann síðan hérna í lokin hjá League of Legends, veit ekki hvaðan það kemur. Ég er að hugsa að þeir eru að taka eitthvað sem er að fara að matcha eitthvað róm í miðjunni. Ég held það nefnilega, þeir eru að strategisa, þú veist, hérna er jötun að banna miða við League of Legends hvað þeir spila, en ég held að League of Legends sé að banna svolítið miða við counters. Já. Mínus Jarvan, ég held að Jarvan sé bara almennt séð gott bann. Já. En við erum með Galio, gæti verið millin, gæti verið support. Getur verið topp, hann getur verið hvert sem er. Hérna, Gæti verið top lane, hver spila Galio top? Já, ég á tímanum. Nei, þetta er svona flex pick allavega eins og er. En þetta er að fara að vera Irelia picku hérna líklega handa honum Tetis. Ég held nefnilega, ég held að enginn myndi blind picka Irelia top. Ég held þú sér brjálaðingur eða blind picka Irelia top. Reyndar að blind picka Irelia mid er líka frekar, Já. þú veist, bara á minnskast mjög haurakkur. En hérna, ok, þetta er Galio mid sem sagt. Gangið vel, Irelia segir nú bara. Já. En hérna, við erum með Brómina í supportinu og Junara. Já, er búin að vera svona, allavega á háregnum var Junara mjög svona prevalent og var ofta að koma upp í drafti. Nákvæmlega, mjög áhugavert þar sem Junara hefur oft ekki verið svona favorite pick í rangt á minnskosti. Er ekki með sérlega gott win rate, er samt, hún virkar svolítið bara svipuð og sér í bara með movement speed, attack speed, er svolítið eitthvað svona sambland af Jinx og seri, þannig ef hún fær damage þá er hún góð, en eins og er þá finnst mér hún vera ágætlega weak. Við erum að sjá Rell og Sivir aftur. Þetta er kannski ekki í sama, þeir voru í öðruvísi liðum senast, en þetta er núna tvær hetjur hérna sem eru að fara að vera valdar aftur. Hérna er að fara að koma svo Aatrox-bann. Er þetta eitthvað sem þeir eru að spila hérna í jötun, eða er þetta kannski bara að vera að taka út að counter völ hérna? Það reynda meikar vel sens. Ég meina, Baddi er líklegast ekki hérna á tank, þú veist, hann er ekki fara að peka Orn hérna. Nei. Þannig Aatrox bann, mér minnir að Baddi sé að spila Aatrox, þannig þetta er bara mjög gott bann hérna hjá League of Legends. Þeim vantar samt hérna AP damage-inu og jötun og sumulegis hjá League of Legends. Þannig við erum að fara að sjá mögulega eitthvað AP toplaner, hvort sem það er eitthvað skemmtilegt eins og Lilia eða Gwen mögulega. Þeim vantar samt alveg smá range, eins og þá er það bara með Sivir sem range. Getur líka mögulega að fara bara AP jungler. Þeir eru hérna að vera, að target banna kannski bara toplanin svolítið núna með þessum picks. En þetta er Belveth bann hérna, ég sá að Havra er búin að vera að spila í solo queue.
Svo kannski hann var að fara í djunglið. Það getur vel verið, ég er samt ekki 100% viss hvort að Belluvet hefði verið bannið í hana, bara miða við hvað liðið þarf. Já. Volibear er alveg fínt bann. Já. Volibear er með AP, er þú veist ágætlega gott engage. Þannig kemur AP damage okkar. Þetta var stórt hérna, Elise pick. Elise hefur líka verið rosalega góð eins og var samt nýlega nerfed, minnum við. Men sko, hún átti sitt tímabil þar sem það voru allir að spila hennar. Já, alveg. Top mid jungle support, bara alls þar, líka við. Já. Pikku inn í LCK held í support daginn og þetta er svo sterkt. Hennar er svo bara yfirgnæfandi og er erfitt að vera á móti þessu. Nákvæmlega, við erum að fara að sjá eitthvað góð kakún sinna. Nocturnina sem junglerinn hjá Jötun. Já. Ég elska það pick. Ég myndi Galio Nocturne combo. Já, þetta er nefnilega nákvæmlega það held ég sem ég að reyna hérna. Við erum með svakalegt dæfina á þessu liði. Þannig, komast á baklínuna mjög léttilega, tveir kerjar hérna, bara beinustu leið inn í baklínuna. Það er ekki gaman þegar bara Galio og Nocturne byrtast on á ADC-uniðinum. Það er mjög þetta kvöld í burtu. Shen! Þetta er að fara að vera bara allir að koma, það er að fara að koma Nocturne öll, Shen er að fara að elta og svo Galio eru 3 komnir með baklínuna strax. Ég glemdi að Galio er náttúrulega AP og það er samt mjög sjaldan sem ég sé bara full AP Galio. Já. En hérna þarf hann eiginlega að fara full AP. Ekki træðilegt svo sem, en á móti samt að Relju myndi ég segja að það gæti alveg verið. Og það er sinnst handunum Tetis í toppleinið. Já, æði. Sinnst er sterkur. Það er búið að vera eitthvað að nerfan, en hann er ennþá frekar sterkur. Og ef þú kannt ekki spila á móti þessu, hvað er maður að gera? Eltu bara Sinnst. Já, elta Sinnst. Eltu bara Sinnst. En hérna, Sinnst mjög skemmtilegt pick, ég bjóst ekki við að sjá Sinnst á þessu móti svona snemma. En við erum með ekkert svakalega mikið reyn sinni á League of ljósleiðarinn. Þar sem við erum með hérna, hvað er það, þú veist, 3,5 melee jump. Já, svo það er, já. En myndi Elise telja sem, þú veist, auka, af því hún er bæði melee og... Ég hugsa að vera auka. Það vera auka, þannig þú ert með... Þú ert með bæði, þú ert með bæði. Þú ert með, já, eitthvað svoleiðis. En hérna, og svo er það bara Sivir og smávegis Elise með reynsið. Já, en þetta er alltaf komin line-up hérna, þetta er skemmtilegt draft. Já. Jötun er að gera þetta, vonandi náðir að gera þetta í leiknum á eftir, þar sem þeir bara allir inn á 2 manneskjur kannski. Þetta getur bara byrjað að gerast á, hérna, þegar Nocturne nær 7. levelinu og þá erum við vonandi að fara að sjá svona... Ég held að eftir level 6, við erum örugglega að fara að sjá Foreman bot bara allt í einu. Bara Shen, Nocturne, 5-man bot með þess að segja. Maður hóra verið á þetta rétt. Galio, Brom, Yunara, Nocturne, Shen, allir mættir bara með oltið sitt. Bara, það væri gullag. Er að þessi öll eru á risa cooldowns. Þetta eru 3 mínútur nánast hérna í... Sem betur fer. Já, sem betur fer. En þetta mun aðeins svona minnka með tímanum svona í hérna seinni part leiks, en eins og þá er þetta að fara að vera bara svona, líklegast hverja 3 mínútur. Þá reyna að gera eitthvað og þetta er eitthvað sem ljósleiðin kannski þarf að reyna svolítið að telja. Þeir vilja vita hvenær þetta er uppi og það er svona mjög mikilvægt. Einmitt. Ég er samt að spá hvort að því Jötunum er svo svakalega mikið dive comp hérna. Og líka af ljósleiðinu með Relja, Sivir, Elise. Rell og Relja eru líka divers. Skiljur við, þú ert dive inn í super dive, það virkar ekki alveg. Nei. Náttúrulega, Sivir og Elise, sérstaklega Sivir, ef hún nær að aðeins bakka og ekki vera kott í þessu fæti, sem er rosalega erfitt þegar þú ert með Nocturne olt á þér og svo Brom sem stannar þig og slóar þig bara, spellskildir mun ekki gera neitt. Nei, það er alltaf mikið af fólki á þér. Það er alltaf mikið af fólki og alltaf mikið af CC á þér líka, þannig Sivir sérstaklega ef líka af ljósleiðinu þarf að spila virkilega vel. Sinnst aftur á móti, hann má bara hlaupum.
Já, Singed, Hann sko. gæti, ég held við fáum að sjá nokkur skemmtilega Singed-moment sína. Af því, einmitt, Fyrir Singed. full dive og það er Singed sem kastar einhvern í burtu og hleypur bara í hringi, skilju. Hvað á Yunara getur smávegis, þú veist, Já. gert eitthvað við hann, en hún er samt ekki, þú veist, Ég hugsa ég held að Singed gæti verið svolítið mikið vandamáli í þessu liði, sko. Ég held það Braun, nefnilega. sko, hann er með gott píl í gennum Braun. En ef, til dæmis, ef ég horfi á þetta lið hjá Jötun, Yunara er aðal skaðinn hjá Jötun. Í rauninu bara eiginlega eini. Já. Ég myndi ekki telja Galio sem Curry Nei. almennt séð. Börla. Nocturne sko líka er hann er ekkert að gera of mikinn skaða nema hann fer í eitthvað svolítið svona assassin, leynimorðingja, build, þar sem hann er að builda kannski lethality, kaupa ykkur þannig items. Já. En ef við restin, já, það er Yunara, er að fara að gera allan skaðan fyrir liðið, sko. Nákvæmlega. Ef þið ná henni, þá gæti verið að restina Jötun bara detti niður, svo er svolítið bara að venda Yunara hérna. Einmitt, þannig við erum að fara að sjá 5-man bot, sem sagt. Og en einmitt, ef Sivir og Rell ná að gera eitthvað í Yunara Braum, Yunara er ekki með gott early game. Ég myndi segja að Sivir sé með talsvert betra early game, þótt að Sivir er ekki með gott early game, en Yunara er bara, ég spila nokkur sem er Yunara, mér finnst hún potar í mann í early game. Já. En hún verður svolítið svona, já, sterkari setja meir en, já, þetta er að fara að vera svolítið svona, já, hver veit hvernig, ef þetta fer einu svona í late game, það fer svolítið eftir hver nær að rúlla boltanum á stað. Nákvæmlega, Jötun nær þessu picks og svona. Já, Elise er náttúrulega bara besti junglerinn í að snowballa svona lanes, af því hún er, ég held að eiginlega bara mjög stórt move er að fara í mjög snemma gang á botlinni. Já. Hjá Elise, bara level 3 botlane. Af því hún getur ekki ganga Galio og hann er allt á tanki í early game. Já, nei. Relja, þú veist, það er heimur þar sem þau drepa Galio mid, en hann er samt, þú veist, ef hann er komið með mobility og hann er með flash og midlane er svo stutt að, þú veist, já, fyrir líka really aftershock, hvort hann tekur það, það nákvæmlega. er enginlega að drepa hann. Þannig, early gang botlane held ég sé bara ágætlega sniðugt. Já. En topplaneið Shen og Singed. Sko, ég hugsa að Singed er bara að fara úr lane. Hann er bara að fara að vera á milli, tekja turna, hlaupum. Proxyaðana. Það er samt svolítið sárt fyrir Shen, þar sem Shen, sérstaklega upp á oltans, þú veist, hann fer úr lane og þá, þú veist, hann tapar strax rosalega mikið af. Mjög miklu. Tapar mjög miklu. Þannig að, þú veist, Singed er með perma-push á hann. Já. Ætti að vera með allavega. Ætti að vera með í venjulegum heimi. Og þá er bara einmitt spurning hvað, þú veist, hversu worth það er, eða hversu oft við munum sjá Shen koma til og með botlane og hjálpa Yunara. Af því, þú veist, það getur verið að hann fari bara full sacrifice, bara, mér er alveg sama, ég ætla bara að gefa þér super stórt shield og svo koma botlane og svo tapa 3-4 waves. Já. En ég held að sé samt ekkert, ég veit ekki hvort það sé worth, þau þurfa ekkert eitthvað rosalega mikið tank. Nei, sko, eina sem ég get hugsað er Shen kannski bara skelli sér í smá proxy líka og þeir eru bara að fara að vera á milli turnana hjá hvort öðrum. Það getur verið. Ef hann er komin með í Bamis, kannski Titanic Hydra, þá er hann að fara að ná að svona, já, er að fara að ná að gera eitthvað til að reyna að pusha, því að Shen er ekkert að æðislegt push án þessa items. Nei. Hann er bara með þessi auto-attack til að reyna að taka niður farminn og já, þetta er svolítið svona erfitt, sko. Ég er svona spáð hvort að Shen hefði, þú veist, mér finnst Shen ekki vera gott pickina, ef ég á að vera alveg hreinskilin. Þau eru svo sem vissu ekki af Singed pickinu. Nei, það voru með bara blind, þau þurftu að vera blindir inn í þetta. Já, en mér finnst samt leiður með eitthvað eins og Galio, Braum, Nocturne, af hverju bæta við 4. dive-mannski inn? Held að það er bara fyrir style points. Það gæti verið. Þeir vilja vera svona, já, pikum Shen, já, veljum Shen og veljum Shen, allir inn.
það getur verið, en upp á að því núna ertu að setja Junara í svo mikið bara, þú veist, hún er bara target með bara drepa þessa og það er bara teamfighti búið, líka við. Já. Þannig ég hefði persónulega vilja sjá meira damage carry í topplaninu, þau svo sem tóku Aatroxin af Badda. Já, er það svona stóra pikkið hans Badda, það sem hann... Mér minnir það. Já. Það er samt svo, þú veist, það eru svo margir damage carries hérna sem gæti verið, þú veist, ég hefði viljað sjá damage hérna í topplaninu. Já, ég líka, sko. Þótt að hefði ekki gert mikið í, þú veist, early og mid-gameinu, bara upp á þessi teamfights, að þau eru með eitthvað, þú veist, to lean on, eins og maður segir. Við erum að sjá hérna flott, hérna, sjónvarpið vill slökna, það er ekki ekki. Svona sleppur bara á sér. En hérna, já, League of Ljóslæðin tímkampi er líka mjög áhugavert, þetta er mjög óhefðbundið tímkamp, skulum við nú segja. En hérna það sem við erum með Rell, Irelia, Sivir, Elise og Singed. Singed er náttúrulega partially tank og Riven, Rell líka. Já, og ég hugsa að þetta er að fara að vera svolítið svona heavy tími á... Já, þetta er... Við erum að sjá slatta af hengi gæjum hérna og það er að fara að vera alveg, já, maður hugsa sér svolítið hvort það er einhver að fara að deyja. Talsvert meira hérna hjá Jötun, en hérna, já, ég er ennþá svolítið hissa á þetta Irelia-pickinu í myndlíninu. Já. Bara applaud að fyrir að vera svona haurakkur og pekka Irelia með, ég veit ekki hvað hennar pæla. Það er að segja upp á, þú veist, hvort þeir séu með eitthvað stratega. Við skulum pikka þetta kombo fyrir þetta, skilur. Ólíklega. Já, Hver veit? Ég hugsa að pælingin var líklegast bara að honum langaði að spila Irelia. Bara já, Galio, já. Bara já. Full respect á það. Já, það var bara æð. Full respect á það. Ef þetta verður eitthvað svona, eitthvað sem hann þekkir, eitthvað sem hann kann að berjast á móti, þá er þetta bara að vera allt í lagi. En ég hugsa mér þetta matchup á milli Irelia og Galio er að fara að vera svolítið í Galio eins og þú ert búin að vera að segja. Alveg, bara, ég veit ekki hvort að Irelia geti gert eitthvað mikið meira í þessu linni. Ég væri hissa ef hún nær að gera eitthvað mikið í þessu linni. Já. Galio er bara direkt counterinn á Irelia. Bara, hann er góður á móti, hérna, meileis, tekur aftershock og tontar þig og svo nokkar þig upp og viltu fá farm? Nei, hérna er passiv það sem að bara skilur. Það er ekkert eitthvað, á minnst að þetta verður erfitt leginn fyrir Irelia. Já, kannski svolítið svona ber eftir bara spilurunum þá alveg pjúra korta þessi Irelia nær að bara lifa af þetta aksturs akbrauts face, sko. Nákvæmlega, og ég var að tala einmitt með Elise, hvernig það væri erfitt fyrir hann að ganga mid. Ég held samt að, þú veist, við munum örugglega sjá eitthvað smá. Já. Ekkert mikið, ég held að vera aðalega á botlaneinu, líklegast. Vona, já. Vonandi. En hérna, bara til þess að því, þú veist, eins og staðin núna, þau eru með rosalega mikið damage í League of Legends. Aðal, þú veist, non-damage CC-kartinu þeirra er Rell. Sem er náttúrulega bara supportin. Sem er support, og hún er, þú veist, af öllum CC-kartunum, hún er fín. Mér finnst hún samt, þú veist, það er eitthvað við Rell sem ég bara aldrei fully fílað og ég held að sé bara, hún er með svona CC sem er samt ekki svona full, þú veist, hún er með ultana sem dregur, menn það ekki vera nóg mikið, þú veist, hún dregur nóg mikið til sín og knock-up-en er ekkert eitthvað super mikið knock-up nema í lane, það er, knock-up er mjög erfitt að deala með í lane. Stun hennar, bara stun, ég veit ekki, Hún kannski er svona meira hæg á þeim, já, hæg á þeim kannski frekar heldur en að bara festa á einum staði. Já, en þar á leiðandi þá erum við með, þú veist, Elise Cocoon sem er rosalega gott og Irelia Stun, þannig það er alveg eitthvað CC þannig með þessi damage carries. En hérna, einmitt, rosalega mikið damage hérna hjá League of Legends miðað við Jötun, þar sem Jötun er eiginlega bara með 1 carry. Hérna í League of Legends eru þeir
tæknilega séð með 4. Já. Elise reyndar getur eiginlega bara verið carry í early mid-gameinu, það getur samt snowballa svo svakalega mikið yfir í late. Já, alveg. Eða fer það langt, ég meina, ef Elise fedd í early gameinu, það smá bara Já, ef liðin kunna bara að loka leiknum út, þá Elise að fara, hún ætti ekki að fara í late game, í sinni leik, þá bara, hún ætti bara að ná að vinna leikinn mjög snemma, sko. Já. Sinns náttúrulega, í late game, maður gleymir hversu mikið damage Sinns gerir. Það svo svakalega fyndið. Hann einhvern veginn alltaf top lane, svo allt í einu birtast þessi teamfight og það bara, maður bara dáinn. Þegar hann búinn að hlaupa einn hring í kringum liðið. Bara, hvað í gangi? Þannig Sinns wildcard. Já, mjög mikið wildcard hérna. Þannig hvort hann 0 og 10 og gerir ekkert eða 0 og 10 og gerir ógeðslega mikið. Þannig það bara annarkvort. Já, hann svolítið svona, ég myndi segja, hann meira fyrir svona seinnipartsleik, þú veist, þegar komnar 30 mínútur eitthvað þannig, hann kom með einhver svona 3 items og á byrjar hann mjög að rúlla, sko. Já. Náttúrulega bara með öll sem gefur hann stats, en við ætlum að fara beint núna inn í leikinn og ætlum að fara að sjá betur hverjir að spila hvað, Hvernig allt þetta sem við erum búin að tala hvort það gerist eða hvort við séum bara í ruglinu. Við sjáum bara til. En við erum sem sagt, förum aðeins yfir lanes, við erum með K-blendininn í topplaninu, Gvendur sem ADC, Hafrar í jungle, Teddy sinna á Sinns í topplaninu og Lars í support. Svo hjá Jötun Baddi í topplaninu, Pulla Jonni í jungle, Sæþór support, Sæþór mid meini ég. Og Kirkjugarður, það var subbinn, það sem sagt get mig að tæða þetta að spila, en Kirkjugarður sub fyrir þeim, hann ADC, Decilítari supportinn. Hann Lars að segja innveit í all chat en tala við hitt liðið, en við erum að sjá bara, fólk svolítið í frumskóginum en mjög skemmtilegt að taka eftir, Sæþór með Dark Harvest. Já, mér finnst það bara allt í lagi. Ég meina, þegar eins og ég sagði áðan, þá Júnar bara eini damage carry, en okkur ekki bara að gera Sæþór að annan. Já, það kannski að fara að gefur K-Blandon. Smá meiri sjansinn á millininu. Já, og það Hafrar í frumskóginum að fara að vera á Signature Elise hjá sér, þar sem hann hefur spilað þetta áður, Já. Jafnvel í miðjunni, en við erum að sjá skemmtilegt top lane, skipta þess höggum, samt K-Blandon hoppar inn og Sæþór gæti bara þurft að flassa mjög næstuð í tekið niður bara 1,5 autoattack, þá hefði Sæþór verið bara brónstæðaður. Lars að hoppa inn til að reyna að gera eitthvað, en hann ekki með neitt annað. Lars þarf kannski að koma sér einhvern veginn burtu og þetta að fara að vera ekki í hag ljósleiðarans Sæþór getur tekið niður risa dæfina hjá K-Blandon, hann fara að komast í burtu. Blasi ekki alveg nóg á K-Blandon. Execute! Hann tekinn af Execute! Turnir klárar hann, en það ekkert gull handa Sæþóri. Best case scenario fyrir Irelia í midlininu. Sæþór fær ekkert út úr þessu. Ekki mjög sáttur við þetta. Nei, Irelia reyndar. K-Blandon, hann mjög sáttur við þetta. En við erum að sjá skinniðinn á Júnara. Já. Nú ekki séð þetta in-game, þar sem hún svo svakalega ný. Ná góðu push Verður ná að pusha inn. Mínúvel, Tetris ennþá í efri akreininni Hann ekki kominn á milli turnana, hann bara aðeins að kýtla þessa minions. Já, hann tekur því svolítið rólega fyrst, svo fyrir hann kannski lengra. K-Blandon aftur að hoppa á Sæþór. Þetta samt tölveg komið í gegn og en þetta samt
í hag Káblandón hérna. Nákvæmlega, passífi hjá Aurelíu svo aggressiv þegar hún nær að hoppa á mann. Það bara, hún gerir svo svakalega mikið damage þannig. Baddi hérna. Eins og við sáum bara á first-blæðinu. Baddi mjög lárin á og það getur verið að fá maður svo í towerdæfina. Tetris með flash, með ground, að fara að no. Afrar að leita, en ekki að fara að vera gott hérna. Hætta við. Þó að þetta gæti verið gott ennþá. Hérna samt Jönni kominn, Sæþór hérna. Jönni að komin á Hafrar, hann ætlar að henda í allt á hann. En núna hann fjert og þarf einhvern veginn að berjast hérna við hann. Pulla Jönni að skiptast að höggum Hafrar, tekur hann niður rétt svo. Rétt svo. Lækja bardagar það skemmtilegasta hérna sem frumskóðamennunir fá að gera. Nákvæmlega. Það bara, já. Harnaskallur nærri hælnum. Sæþór í smá poppaðina og núna líka af ljóslega strax komið með feed. Já. Það bara á 4 mínútum. Miklu meiri hasar hérna. Káblandón virkilega að sanna að Irelia inn í Galio bara mjög fínt. Já, Hafrar fær hérna double scuttle bæði á top lane og bot lane og fær líka bara invade á Gromp. Nei, þetta ég að ruglast. Já, næstu 1000 kallina í muni í miðju agrinni hérna. Já. Tetris alltaf að gera eitthvað klikkað en náði því miður ekki það sem Baddi reynir að tonta hann. Káblandón hérna að berjast hérna í fullu minionvefi, samt með lifestíl til að koma sér alveg út úr þessu vel. Við sáum samt að Sæþór strax komið eitt hull component og hann strax bara þannig eins og Irelia gerir ekki neitt við hann. Já. Það finna við hann Galio. Skemmtilegasta hérna í botnagrinni bara þeir að taka farm. Það mjög flott hjá þeim og ekki miklir hasar í gangi. Tetris hérna kemst í burtu rétt svo en núna þetta ekki góð staða fyrir hann hérna. Verið að pusha hérna móti. Og hann þarf bara að koma sér einhvern veginn á milli í turnana. Verða að segja svo eins og samt hérna með CS advantage eins og Hafrar hérna að leita særunu Hendry control ward. Ætlar að byrja þetta. Nákvæmlega. Þetta ætti að bara fara til þeirra það priority mid. Það ekkert mikið sem Jötungir gert það sem Pulla Jonni í topplinni hjá Blue Bufferi sinni og það enda botlinni eitthvað að reyna að stríða junglið þeirra. Gæti. Veit ekki hversu mikið þau geta gert. Nei, ég veit ekki, ég held þeir ekki bara að fara. Þeir bara að segja hæ og bæ. Tetris. Ætlar hann að reyna? Nei, hann ekkert að fíla að vera á milli turnana þarna. En þá Særún tekinn niður hérna, handa ljósleiðarunum. Og þeir hérna eitthvað að leita kannski á miðjunni? Nákvæmlega eru svo að lýsa hérna á miðjunni. Sæþór, hann kemur ekkert mikið út úr þessu. Nema. Nei, kalkúnið nær svo, nær rétt svo ekki að þetta. Var hérna vision á honum Hafrar, nær að sidestep þetta. Já. Og hérna kemur Nocturne alltaf samt, að fara að koma topplinni sýnist mér. En ekkert mikið sem kemur út af því. Nei. Hérna samt Sæþór kannski að fara að tekið niður hérna, Tonti að koma í gegn, það risa geng hérna, Tetris meanwhile bara í róliheitunum hérna. Hérna sem kannski Lars eða Gvendur var að tekið niður rosa low hérna á HP. En það verður ekkert meira úr því. Nákvæmlega, fáum að sjá alveg ákveðlega mikið skaðina hjá Junara. Ég bara alveg smá hissa á þessu damage. En núna Elise að innveita, hún svolítið hættilega stöðina, sjáu þið, hún hjá red buffinu og það eru 4 að sandwich á henni. Það spurning hvort að Galio að koma nógu nálægt. Sæþór hérna, hann sem Kirkjugarður mættur, Hafrar núna, ég veit ekki, hoppar á krabban. Hann að fara að kúsa í burtu Kakuna og Kirkjugarður kannski að fara að ná því. Og hann Lars og Gvendur komið til að styðja hann, en hann hoppar inn í allt liðið og það hann að fara að tekið niður. Hann ekki verið risa tótt frá Baddi
Og þarna Shen Þetta the 5-man bot eins og ég var að tala á mínútu 8. Þarna koma þær allir og þær taka niður 3 hjá ljóslæðjarannum og eru bara að jafna gullmunin nánast. Eru bara 200 kallina, 100 kall á milli liða. Shen hérna bara yfir í gulli hérna eins og Tetis að reyna að pusha kannski á meðan en maðkarnir eru upp í hérna. Nákvæmlega, þetta alveg, ég held að Baddi tapar ekkert mikið á þessu. Þeir einmitt ná alla 3 Void Grubs eða maðkarnir en Þarna byrjaði hann Tetis. Þetta flott. Þarna byrjar hann. Þetta var sem hann að bíða eftir. Nákvæmlega. Maðkarnir samt allir 3 fara hérna í hag hjá Jötun. Meanwhile hann Hafra kannski bara að fara að vera restina við rauða buffið. Tetis svona í Það í smá bobba hérna. Í smá í bobba, hendi niður hérna. Braum, þetta að fara að ná? Og hvað hann að gera? Hendir ykkur Já, þetta ekki sem hann að gera. Æi, þetta fer hérna til Desa. Eitthvað veginn fekk Brom þetta. Ég væri ekki sáttur sem Nocturne en það bara óheppilegt. Ég þekki þetta best. Samt hérna sjáu hérna risa síðasmun ennþá í miðjunni. K-Blandon hérna ennþá að vinna miðjuna þrátt fyrir að Kaljó sem fór í defensive hérna að bilda brambúrvest hérna sem það ekki alveg sem hann að gera hérna með runes. Hann hérna með Dark Harvest sko. Já, núna þú segir það. Hann bara tapaði lane og hann hugsaði nei, ég ekkert að fara að gera neitt skada. Ég var confident í byrjun en svo dó ég á First Blood og ég hættur að fara AP. Og það alltaf í lagi, maður þarf að breyta til. Já, maður þarf bara smá að... Þetta sant. Desilitri, öll hérna, Gvendur getur verið tekið niður, næra spells hérna, Brom passi við, Gvendur að fara að komast í burtu hérna, Desilitri núna á hörfum. Þannig kemur henni í gegn en það ekki nóg. Hafrar að leita að ykkur, hérna samt, já. K-Blandon kominn inn en hann kemur Sædór með öldi. K-Blandon orðin svo lár og þarf að hörfa. Sædór tekur niður K-Blandon og í baklínun Hafrar að reyna að taka einhvern en það enginn að detta niður nema hann kannski. Þessi að elta og hann orðin svo lár og það kemur risan Jönni öld og Hafrar tekið niður líki kjölfarið og allir í botnagrein. Foreman bot aftur á mínútu 10 leikum við. Og sjáu hérna rólegheitin í topplane sem Tetis hendur í 2. Þetta var alveg risafæt. Ég held að Baddi hefur komið inn í þetta fæt og við höfum fengið að sjá annað 5-man botlane ef Baddi væri einmitt með ult. Já, sýnist við vera í einhverjum erfiðleikum hérna með Það smá vandi með spectator viewið, það eitthvað smá að stríða okkur eitthvað hluta vegna. Það verið að vinna í þessu eins og en já. Þetta búið að vera frekar hasamikið leikur. Crazy byrjun, svolítið eins og við töluðum 5-man bot, 4-man bot, dive. Já. Þetta reynda var svakalega flott fight alveg í lokin. Já. K-Blandon kom inn með teleport, kom með rosalega flott ult og ég bjóst við að myndi ná Silver en svo kemur Sæþór, stoppar það, hann deyr rétt svo með Galio passive og Hafrar síðan mættur í fætið, hann hoppar á Silver en ekki Baddi, Desilitri sem Brom bara vendar hann eins og ég veit ekki hvað. Já. Og þeir báðir lifa, Hafrar deyr. Svo kemur Jonni í fætið. Það bara allir þeir eru að spila með þessi öll svo vel. Fyrst kemur hann Baddi á Shenninum í byrjun að öðrum fæt. Nákvæmlega. Og þeir ná alveg risa flottu hilli en svo bara svo miklir hasar og þetta bara klikkaði leikur eins og Nákvæmlega, þetta bara þetta bara einmitt, það eitthvað veginn birtast allir í einu í þessu fætum og ég held við sem að fara að sjá við fengum að sjá 5-man bot 8 mínútur í 4-man bot 11 mínútur í annað 5-man bot svona 13 mínútur yfir
heldur áfram. Ég held að verður ekkert venjulegt bot teamfight og sem botlaner, ég væri brjáluð. Já. Ég væri brjáluð. Það var alltaf allir þarna og bara, þú færið ekki frið. Þeir eru ekki búin að vera að drepa hvern annan hérna í botlaneinu. Nei. Svo allt í einu bara allt liðið, mætt á svæðið. Hann K. Blandon var mjög confident þegar hann kom að inn. Hann ætlaði sko, eitthvað flott geng. Já. Og ætti að hafa náð að gera eitthvað annað. Það var svo fljótt svar hjá Jötun við þessu. Það bara gekk ekki upp þetta gengi á honum. Nei, alls ekki. Og hérna, einmitt, Rell og Sivir ná eiginlega ekkert að gera neitt í þessu fæti. Nei. Þannig núna við töluðum hvernig þau eru með 4 carries. Carrien sem er núna í liðinu er Erralia. Já. Það sem hún getur drepið Sæþór í millinu á svolítið erfitt með það núna þar sem Sæþór er að byggja smá tank en Elise reyndar er líka komin í smá carry. Sivir er smá dottin út eins og er. Já. Ok, við erum sem sagt að fara aftur inn í leikinn og það vantar nokkra mínútur að leiknum út af tæknilegum erfiðleikum. Það er alltaf svo gaman með League of Legends, en við sjáum hérna, það gerðist fullt af Dótari. Það gerðist fullt af Dótari, en núna er Jötun komin í 5K lead. Leiðilegt að missa svona af, en við sjáum hérna risagullmun hérna núna. Fyrir hönd Jötun, Jötun er allir konum með bounty á sig. Nákvæmlega, ef við sjáum hérna cooldown sem eru búin, við getum giska hvað gerðist. Eitt Baddi allt farið, eitt Johnny allt farið, eitt Sæþór allt farið. Já, K. Blandon er eitthvað á reyna að taka hann Baddi niður ég er samt svo tengi. Sæþór er komin bara, fór í þetta full tank og er búið að vera að ganga bara mjög vel með það. Hafra hoppar á hann, er bara að gera 0 skaða við hann. Hann er með Magic Resist á móti þessu og þetta er bara erfitt. Er hún Skellrún tekin svo niður handa Jötun. Það er ekkert turretinn að farið hjá báðum liðum. Það er samt svolítið stór skaði hérna á midlane og botlane turretið, en við erum samt að sjá toplane Herald. Já, Pull og Johnny er að fara að reyna að taka steytið. Hann tower-diver bara. Þetta er hans tower. Ég er alltaf að vektast við lanin. Guð minn góður. Tétis hleypur undir. Hann hleypur bara undir. Ég bjóst við að myndi hlaupa í hinn áttina, en það er bara ég. Allt liðið hjá Jötun var bara þarna að taka niður turnana og þeir eru að leita að meira. Núna samt. Nocturnal skaði að gerast. Rally Lars kannski að vera tekinn niður. Hann kemur risa öll frá Decilitra. Baddi mættur á svæðið og núna hann K. Blandon að fara að teki niður aðalskaðin í toppakræninni og núna taka niður seinni turn í toppakræninni. Nákvæmlega, það sem Relia átti að vera okkar carry í þessu liði og hún getur ekki eiginlega verið það. Það sem þau eru með Shen og Braum og Galio. Hvað á að Relia að gera í þessu? Ekki neitt. Erfitt. Hún hoppar inn, hún er stand og er taunted. Það er bara gangið vel. Já, misti svolítið þetta mjög snemma gull lít og það bara var þeir eru búin að núna bara þeir voru með 3 lið á móti 0 og núna þeir komin með 14 kills. Við notum bara ímyndarnafli, ímynda hvað stóra teamfight skildi hafa gert. Já, Jötun örugglega bara spiluðu æðislega. En leikurinn er ekki búinn og allt getur gerst, en það er risa gullmunur eins og er. Og ljósleiðin þarf virkilega að hefja upp þessar buxurnar og komast aftur af stað. Þó að þetta verður erfitt. Það er spurning bara hvernig það er gert. Ég held að eina sem er hægt núna er Sivir. Relia er svolítið dottin út bara út af team company sem hún er að spila á móti. Sivir, samt sem að hún er 0 og 2 og er bara með 1 item og berserkagrífs. Eins og er núna, hún gera ekkert mikið skaða en ég held ef þeir ná að draga hana leik út eitthvað smá þá
gætum alveg gert mikið. Sérstaklega það sem ég held að Jötunn mun fókusa á einmitt Relju, það sem hún er að hoppa inn og Rell sem er að hoppa inn og Sins sem er þarna líka. Sivir getur oft bara frípókað í þetta. Sæþór er tekinn hérna, Eir kemur hérna í gegn. Er þetta bara að vera nóg? Þarna kemur Nocturne inn. Þeir eru allir mættir á svæðið. Batti líka hendir komin og allir eru mættir. Þú getur ekki hoppað á neitt hjá Jötunn. Það er bara allir mæta á svæðið. ekki hægt. Þú ert að spila mini dive comp inn í ultra dive comp. Það bara virkar ekki. Þetta var svolítið bara eins og þetta var ákveðið hvernig leikurinn var að fara í hetjuvali. Þar sem þeir eru að reyna að ná einhverju piki hérna með Hafrar á Elise en geta það ekki þar sem allir mæta alltaf. Ef þeir hafa þessi öll uppi, það er ekkert að gera. Nei, það er ekkert hægt að gera. Núna eru þeir að taka niður tæknir. Þeir eru að koma með 2 drega hérna. Ná er það að vernda. Sivir góði að taka þennan farm. Einmitt ná rétt svo ekki törlið. Og Atakan er að fara að birtast bráðlega. Það er Kirkjugarður er komið með hérna 2 items. Hafrar reyningir eitthvað, þannig Sæþór og Apollo Janni þannig beint fyrir aftan hann. Já, Þannig þeir beila bara mjög hraðant. Já, það eru Að beila á það. öll hjá honum. Pulla Janni er komið upp sínum mér aftur. Einmitt, þurfum við, Það sýnist mér ennþá vanta svolítið í sitt. já, Olti og Batta er líka svo svakalega langt. Er það ekki 2 mínútur? Næstu því. Já, eitthvað, já, level 13, jú, það passar. Svo núna er augun að fara að vera hérna á Atakan. Það er að fara að vera kannski bardagi sem ljósnæðurinn vill kannski koma svolítið seint inn í ef Jötunn byrjar þetta. Það sem Atakan tekur öll þessi magic og armor resistance í burtu með tímanum. En já, meanwhile, hérna er, já. Þetta er eitthvað að stríða Batta. Já. Ég held samt eins og við séum ekki fara að sjá neitt stórt teamfight hérna hjá Jötunn, nýja ljósleiðarinn, nema hjá eitthvað objective sem er líklegast að fara að vera næstu dreki. Nema eitthvað í aðeins ljósleiðarinn byrjar fight. Ég held að Jötunn sé ekkert að fara að byrja neitt hér. Þeir virðast samt. Eða Atakan, ég nú gleyma að Atakan sé komið í leikinn. Gvendur, þeir eru hérna 7000 held hérna hjá honum. Atakan, Lars er eitthvað að reyna að sjá þetta. Þeir eru á honum. Gvendur komin í þetta inn. Þarna kemur Nocturne-öltið, er að fara að vera nóg. Hann hoppar inn. Þetta er smite battle hérna. Og þarna er Hafrar að taka hann niður og í kjölfarið hérna Gvendur þarf að flassa í burtu. K-Blandon ætlar að reyna að hæja þeim með öltin hérna. Sæþór flassar inn. Er að komast í burtu. Flott stöðn hjá K-Blandon. Og þetta er Atakan. Þarna var með smite-fætið. Þetta var, mér minnir að smite hafi verið með þessi bara á 500 eða eitthvað lítið. Já, og Hafrar hann nær þessu og þetta er að fara að vera stórt til að reyna að halda sig í leiknum. Þetta er mjög gott. Ég myndi segja samt að Atakan sé ekki eins game-changing og til dæmis eitthvað eins og Baron. Nei. En samt alveg að fá þetta auka adaptive force og slow á kill, þá það getur hjálpað. Það getur allt hjálpað í stöðu hjá ljósleiðarinn eins og er. 18 kills á móti 4. Nákvæmlega. Þetta er orðið alveg stór munur. Jötunn loksins komið með Ég er exhausted. Já, ok. Já. Það er ekkert meira gert. Einmitt, Jötunn loksins komið með towerina á midlane. Einmitt, fótaði smá í tier 2. Sjáum við inn á toplane. Þeir eru komin bara allavega inn á tier 3. Já. Tókum ekki eftir því áðan. Nei. Það er einhver skellrúnu til að gera verkið þarna í nákvæmlega efstu akreininni. Meðan ljósleiðarinn er aðeins með 1 turret inn á toplaneinu. Þannig það er svolítið sárt. En ég held að við séum mögulega að fara að sjá eitthvað Baron-fætina núna eftir 1,5 mínútu. Já, þeir eru alltaf að setja upp. Þeir eru svolítið, já, djunglerinn allavega Hafrar er kominn á svæðið.
ljósleiðurinn veit að Jötun geta tekið hennar barón ágætlega Og núna samt Gvendur í vanda, þarf að hendi öltið, núna slóður, hann bara að tekja niður. Nei, hann kemur barjörinn, hann tekur hann rétt svo niður. Það ekki nóg Nocturne, ef hann kemst að þeirra með öllinu þá það bara alveg. Alveg kirkjugarður hérna, næstu tekið niður af honum, þeir eru að nota braumöltið. Flassi kemur henni líka í gegn frá Brom. Þannig að ekkert mikið meira en það, en við erum að sjá Tétis, hann að gera. Fyrir af sér. Konum með Rylai's og Liandrís. Það kannski aðeins erfiðara núna að vesenast eitthvað í honum. Ég að ná að taka þennan far mjög léttilega. Blandon eitthvað að reyna að berjast hérna við hann. Baddi ekki verið að tekið niður hérna. Blandon, Flash! Rétt! Hann lifir! Blandon hlýtur að vera mjög ósáttur hérna. Hann mjög ósáttur hérna. En þetta samt Shen núna þarf að bakka, samt með bæði öll og... Agla Hafra að koma hérna í annað stjöl. Hann reyndi, hann að reyna að gera sitt besta hérna. Pási-objektiv Tétis kominn samt inn, að fara að vera nóg. Pósindi að trykka hann niður, hann samt tekið niður af Kirkjugarði. Núna samt komið Nocturne öll, Fleeing, AK, Blandon. Tétis þetta einn eftir að hlaupa í gegnum liðið og ekki að fara að gera nóg. Sýnir samt að hann að fara að lifa þetta af nema að hann verði eldur. Það sýnist það ekki. Þetta við erum komin 22-4 hérna fyrir Jötun. Það 9k goldlít hérna fyrir Jötun. Það mjög erfið staða hérna hjá League of Ljósleiðarinn. Og hérna Jötun einmitt tier 2 og mögulega geta forsta tier 3. En ég held þeir vilja ekki reyna með það. Nei, Gvendur og Lars hérna, fínt veif þeir eitthvað... Þeir eru leitað ykkur hérna. Já. Þeir eru svolítið splitt, en þeir eru samt ekki með damage finnst mér til þess að drepa. Stóra objektið núna hann Baron. Ég komin upp og þetta að fara að vera svolítið svona, kannski, game winning fightið hérna hjá Jötun. Þetta annarkvort Jötun fær Baron á endarina, myndi ég segja, eða Jötun einhver veginn klúðrar þessu Baron-fæti og þá fær League of Ljósleiðarinn smá sjans til að koma sér aftur inn í leikinn. Þetta ekki, þeir ná kannski einhvern mid-turret en þetta samt ekki ná. Nei. Þau þurfa að fá 2 svona fights í viðbót til þess að eiga sjens á því að vinna. 10.000 Eins og þá þarf Jötun bara ekki að klúðra þessu Baron-fæti. Já. Þetta að fara að vera erfitt fyrir Ljósleiðarinn að koma sér úr þessari hólu hérna. Þeir kannski mjög sáttir bara að við mistum af þessu hvernig þeir mistu þetta úr böndunum. Já. Leiðilegt það En það eru núna margir af meðlumum í Jötun svona í kringum Baroninn. Bara Shen hérna svolítið langt í burtu. Tétis að reyna að fá eitthvað frá hérna. Baddi að fara að missa eitthvað. Já, þeir skiptast á höggum. RL komið 2 items og með komið Blade sem flestir segja sé bara full build hjá henni, þannig hún farin verið að gera mikið skaða. Þessi litri þeir að fara all in hérna á Desa, hann þarf að flassa í burtu. Þetta vantar núna flassið hjá honum, þessi litra hérna. Fyrir þetta Baron fight þá þetta mjög slæm. Nákvæmlega. Tétis eitthvað að gera, hendur alltaf að finna vill ná sér úti en núna í botnakrinni þá hann að taka turninn. Og þessi litri hoppar hérna inn, reyna hann að gera eitthvað hérna við Hafrar. Lars þarf að höfra. Lars í smá bara en 12 að fá bara hérna yfir og fer í burtu. Það getur verið að þeir 13 Baronina þar sem Irelia botlane. Já. Hún TPR botlane. Hún TPR botlane, Blandon hérna með bara, já, þarf hérna núna að reyna að stoppa Shen að komast til þeirra. En Blandon stórt damage hérna hjá þeim. Þeir eru byrjar á sig að sjá þetta. Hafrar, hann ætlar að reyna að stela þessu aftur. Lars komin hérna yfir 2000, 1000 og þetta að fara að vera Hulla Jonni sem tekur Baroninn og
tekur niður Hafrar og Lars í kjölfarið. Kann að kemur Bulla Jonny og eltar inn. Og hann Tetis að reyna, fá ekki tilbaka hérna. Vendur og Tetis lifa af. En já, Þetta var ekki gott. Þetta var ekki gott. Irelia, það er smá klúður að fara botlinana þar sem Baron uppi. Það gera bara verkum að Jötun sér Irelia botlinn, tekur hann tækifæri og bara einmitt fer á Baron. Baddi hana til þess að passa að Irelia pushar ekki mikið, en ég meina ef fætið fer eitthvað suður hjá Baronum, hann bara últar. Þannig það breytir ekki miklu. En Sko ástæðan yfir höfuð held ég bara að af hverju ljósleiðarinn ennþá inn í þessum leik þökk sé Tetis og Gwent að bara að pusha. Sama með hvað blandanir eru að reyna bara að halda sér inn, taka þennan farm í burt og þetta bara konar 30 mínútur. Já, maður má gefa þeim það. Lanes eru eiginlega alltaf pushja þeim, sem ég er bara mjög hissa með. Það win conditioni hjá þeim eiginlega, bara að bíða eftir skoða leikinn. eins mikið, láta Sivir farma. Sæþór tengt samt að vera tekinn niður frekar lágt. Sivir bara eitthvað hérna við, en Lars þetta bara að hoppa inn. Hafrar í sóni en þarna kemur Bulla Jonny frá frumskóginum, hoppar á allir liðinu, Lars tekinn niður, Hafrar tekinn niður, Gvendur tekinn niður. Og Tetis bara fíblast við hann Baddi á meðan. Nákvæmlega, þeir eru 3-1 á hann Sæþór. Sivir því miður gerir rosalega lítið damage eins og Þetta K-blandan á móti bara heimnum Tetis svo lifir af. Kirkjugarðurinn nær ekki að taka niður, þetta var svo mikið skaði. Hérna K-blandan, berjast við allt liðið hjá honum Jötun, það að fara að vera nóg? Hann komin í helmingin lífinu, Bulla Jonny að tenka, en þetta gæti verið leikur og það að fara að vera Jötun sem að fara að taka þetta. Lars eitthvað að reyna að stoppa þetta, hann kemur restina af liðinu, Galiote fer í gegn, Nexus að detta niður, Kirkjugarður mættur á svæðið og þetta leikur. Jötun Jötun með sigurinn í Game 2 í kvöld. Já. Geggjaður leikur. Já, af því sem við sáum, þetta var æðislegt. Alveg mjög vel spilað hjá Jötun. Þeir voru að þeir tóku leikinn bara í hendunar. Þeir dóu nokkru sinnum í byrjun og svo bara allt í einu. Þeir bara læstu inn og hugsuðu bara, við ætlum ekki að deyja meira. Það voru engin meiri kills handa ljósleiðaranum eftir bara, 8. mínútu eða eitthvað. Já, einmitt, og þetta full dive comp virkaði rosalega vel, eins og við svolítið prediktum að þetta væri rosalega mikið á botleininu, 5-4-man botlane, þannig með á minnstu kosti Galio og Nocturnolt, stundum Shennolt að vera uppi, þannig það einmitt svolítið skyrockaði Junara inn í leikinn. Nocturne líka fekk ógeðslega margar kills og einmitt bara því miður með kompið þá gat Rell, hún gat ekki gert neitt. Relja var komið smá lead en hún getur ekki gert neitt í þessu kompi. Nei. Það eini sem gat gert eitthvað var Sivir, hún bara gat aldrei fengið það lead út af því það var svo mikið fókus á ballinu. Já, það var bara endalaust verið að þeir Jötun bara spiluðu draftið eins og átt að vera. Eins og átt að vera nákvæmlega. Það mjög impressive þar sem það getur verið erfitt að koordinita svolítið í að bara koma, allir koma núna bara, þeir voru svo fljótir að svara, þeir voru svo fljótir bara að mæta á svæðið, svo þetta var bara æðislegt hjá Jötun og ég vil sjá meira svona frá þeim, bara restina af deildinni, þetta var svo flott. Nákvæmlega, ég er mjög sátt með báða þessa leiki. Bæði sigurinn hjá Dusty og sigurinn hjá Jötun. Ég var smá hrædd í byrjun þannig að það sem líka á ljósleiðaranum fannst mér vera komið með smá lead en Jötun bara skyrockaði. Þannig ég bara er mjög sátt með leiki kvöldsins. Já, og við verðum næst live næsta miðvikudag þar sem það verða væntanlega ótrúlega skemmtilegi leikir spilaðir og við ætlum bara að segja það gott í kvöld. Takk fyrir áhorfið og verið sæl.